Ég segi þá fund bæjarstjórnar settan, þetta fundur númer 3462 og fyrir okkur liggja 12 mál á dagskrá. Fyrst að fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar 2020-2023 og til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, frumvarp að fjárhagsáætlun Akureyrarkaupstaðar fyrir Akureyrarbæjar, gamalt Akureyrarkaupstaðar hjá mér. Fyrir árið 2020 er nú lagt samt til fyrri umræðu í bæjarstjórn. Áætlan var lögð fram í bæjarráði 31. október og vísað til fyrri umræðu í bæjarstjórn samkvæmt 3. málsgrein 62. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Gert er ráð fyrir að síðari umræða og endanleg afgreiðsla fjárhagsáætlunar verði í bæjarstjórn þann 3. desember, en lögbundið er að fjárhagsáætlun sé afgreidd fyrir 15. desember ár hvert. Samhliða fjárhagsáætlun 2020 er lögð fram 3 ára áætlun Akureyrarbæjar fyrir árin 2021-2023. Ég muni ræðu minni hér þylja upp helstu tölur og staðreyndin, en líkt og á síðasta ári þá munum við ekki bregða upp glærum af fjárhagsáætlun fyrir en við seinni umræðu þegar endanleg fjárhagsáætlun liggur fyrir, en búast má við að einhverja breytinga geti orðið á áætlunum milli umræðna. Fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar fyrir árið 2020 tekur til reksturs aðalsjóðs og 11 fyrirtækja, stofnana og sjóða í eigu hans. Glöggir áhugamenn rekstur sveitarfélagsins kunna að taka eftir því að nú eru fyrirtækin 11 en ekki 12 eins og verið hefur, og skýrist það því að framkvæmdasjóður var lagður niður á árinu og sameinaður aðalsjóði. Einnig fylgir samstæðureikningur fyrir A- og B-hluta, rekstraryfirlit samstæðureiknings 2020-2023 og framkvæmdayfirlit Akureyrarbæjar fyrir árin 2020-2023. En hvað eru A- og B-hluti? A-hluti samanstendur af aðalsjóði og eignasjóðum. Í aðalsjóði er rekstur málaflokka og þjónusta við íbúa bæjarins sem er fjármögnun með skatttekjum og þjónustugjöldum. Í eignasjóðum eru eignasjóðir gatna, fasteignir Akureyrarbæjar og framkvæmdamiðstöð, en þar er haldið utan um rekstur, viðhald og stofnframkvæmdir, fasteigna, gatna og hirðing bæjarlandsins. Til B-hluta teljast fjárhagslega sjálfstæð fyrirtæki og rekstrareiningar sem eru í eigu bæjarins og fjármögnuð eru með þjónustutekjum, en þessi fyrirtæki eru félagslega íbúðir, strætisvagnar Akureyrar, bifreiðastæðasjóður Akureyrar, Hafnarsamlag Norðurlands, gjafasjóður öldrunarheimilanna, byggingasjóður Náttúrufræðistofnunar, öldrunarheimili Akureyrar og Norðurorka. Rætt hefur verið kosti þess og galla að flytja rekstur Hlíðarfjalls undir B-hluta fyrirtæki og mun máli koma til umræðu í bæjarráði síðar í vikunni og gæti niðurstaðan orðið sú að Hlíðarfjall verði fært undir B-hluta sem þýddi að fyrirtækjum og stofnunum fjölgaði aftur í 12. En aðeins að forsöndu fjárhagsáætlunar. Reiknaði með að útsvarsprósentan verði 14,52% árið 2020 sem er óbreytt frá fyrra ári og gert er ráð fyrir óbreytti útsvarsprósentu út áætlunartímabilið. Gert er ráð fyrir að fasteignaskattur sem er hlutfall af fasteignamati íbúðarhúsnæðis lækki úr 0,33% í 0,32%. Með þessari breytingu hefur fasteignaskattsprósentan lækkað tæplega 16% á 3 árum, en breytingu þessum er ætlað að mæta að hluta þeim hækkunum sem orðið hafa af fasteignamati húsnæðis. Þá er gert ráð fyrir að fráveitu, vatnsveitu og sorphreinsunargjöld hækki 2,5% á milli ára. Bæði útsvarsprósenta sem og fasteignagjöld þarf að samþykkja sérstaklega sem og allar gjaldskrár, en það verður gert samhliða seinni umræðu fjárhagsáætlun. Í samræmi við yfirlýsingu Sambands íslenskra sveitarfélaga í tengslu við lífskjarasamninga er gert ráð fyrir að hækkun á gjaldskrám sértekna sé að jafna ekki hærri en 2,5%. Laun og launatengd gjöld eru áætluð miðað við gildandi kjarasamninga, en þó hefur verið gert ráð fyrir launapotti til að mæta þeim hækkunum sem verða vegna kjarasamninga sem eru í vinnslu. Reiknaði með 3% hækkun vísitölu neysluverðs. Þá skulum við snúa okkur að talna upp lestunum. Í rekstrarreikningi samstæðunar A- og B-hluta er gert ráð fyrir að tekjur verði 27,9 milljarðar króna en rekstrargjöld fyrir utan fjármagnsliði verði tæpir 26 milljarðar. Með þessari breytingu hefur fasteignaskáttsprósentan lækkað tæplega 16% á 3 árum, en breytingu þessum er ætlað að mæta að hluta þeim hækkunum sem verða vegna kjarasamninga sem eru í vinnslu. Reiknaði með 3% hækkun vísitölu neysluverðs.
Niðurstaða fyrir fjármagnsliðið því jákvæðum ríflega 1,9 milljarð króna. Fjármagnsgjöld umfram fjármálatekjur nema 591 miljón króna og áætlaður tekjuskattur 51 miljón króna. Rekstrara niðurstaða A og B hluta því jákvæð 309 milljónir króna. Samkvæmt yfirlitum sjóðstreymi samstæðunnar veltufér frá rekstri áætlað 3.854 milljónir króna eða sem svara 13,8% af rekstrartekjum. Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum áætlaðar 4.554 milljónir króna, afborganir langtímalán áætlaðar að nema 1.034 milljónir króna og gert ráð fyrir að tekið verði lán fyrir rétt 2 milljarða króna á árinu 2020. Samkvæmt áætlun gert ráð fyrir að handbært fé sveitarfélagsins verði ríflega 3 milljarðar króna í árslok 2020. Áætlað eignir sveitarfélagsins í efnahagsreikningi 31.12.2020 verði bókfærðar á 59,3 milljarðar króna og þar af verið veltufjármunir 5,9 milljarðar. Skuldir sveitarfélagsins með lífeyrisskuldbindingum áætlaðar samkvæmt efnahagsreikningi 34,2 milljarðar króna í árslok 2020, þar af verið skammtímaskuldir 4.349 milljónir króna. Bókfært eigið fé áætlað að nemi 25.075 milljóna króna í árslok 2020 og eigin fjárhlutfall því áætlað 42,3%. Skuldir sveitarfélagsins áætlað í árslok 2020 120% af tekjum, en þegar horft til skuldahlutfalls samkvæmt reglum fjárhagsleg viðmið áætlað að skuldir séu 80% af tekjum. Veltufjárhlutfall samstæðan áætlað 1,36 í árslok 2020. Ef við horfum til A-hluta þá gert ráð fyrir að tekjur A-hluta sveitarfélagsins verði tæpir 20,8 milljarðar króna. Útsvarstekjur áætlaðar 11 milljarðar króna sem 5% hækkun frá áætluðum útsvarstekjum ársins 2019. Fasteignagjöld hækka tæp 6,5% sem að stærstu hlutum má skýra með hækkun á fasteignamati. Framlög jöfnunarsjóður áætlaði 3.862 milljónir króna og aðra tekjur áætlaði tæpir 4 milljarðar. Rekstrargjöld A-hluta áætlaði 20.015 milljónir króna og rekstrarniðurstaða án fjármagnsliða tæp 770 milljónir króna. Fjármagnsliður áætlaði 972 milljónir og áætlunin gerir ráð fyrir að A-hluti sveitarfélagsins skili neikvæðri rekstrarniðurstöðu upp á 203 milljónir króna. Samkvæmt yfirlitum sjóðstreymi veltufjár frá rekstri A-hluta áætlað 2.041 miljón króna eða sem samsvara 9,8% af rekstrartekjum. Tekjur aðalsjóðs áætlaðar 21,8 milljarðar króna á árinu 2020. Tekjurnar skiptast þannig að skatttekjur áætlaðar 13,4 milljarðar, framlag jöfnunarsjóðs 3.862 milljónir og aðra tekjur 4.527 milljónir króna. Laun og launatengd gjöld aðalsjóðs áætluð 12.531 miljón króna og annar rekstrarkostnaður 10.508 milljónir króna. Þá gert ráð fyrir að fjármunatekjur umfram fjármagnsgjöld verði tæpir 362 milljónir króna og rekstrarniðurstaða aðalsjóðs áætluð neikvæð 910 milljónir króna. Vert að geta þess að hækkun lífeyrisskuldbindingar áætluð 830 milljónir króna á árinu. Kannski aðeins að lífeyrisskuldbindingum og aðeins að horfa upp á lestrinum að við erum nú að áætla lífeyrisskuldbindingar 830 milljónir króna. Við erum enn að bíða eftir staðfestingu eða svona áætlun tryggingastarfsfræðings lífeyrissjóðsins á þessari tölu, hún gæti hugsanlega breyst. Við vorum vonast til að mundi vera bara lægri ef eitthvað en þetta má segja að sé í fyrsta skipti sem við í rauninni áætlum ríflega fyrir lífeyrisskuldbindingum. Við hefum verið áætlað til þessa 400 milljónir króna en reynslan hefur sýnt okkur að þetta hefur á síðustu árum verið að sveiflast og yfir milljarð á ári hverju, þannig að við erum núna held ég að svona kannski að áætla þannig að við séum nær lagi með okkar áætlun, enda eins og hefur komið fram þá eru bæði með verulegan halla á aðalsjóði í áætlun sem og A-hluta. En ef við snúum okkur einstaka málaflokkum þá gert ráð fyrir að verja 2,4 milljörðum króna til félagslegra þjónustu á árinu 2020. Alls varið ríflega 2,6 milljörðum til málefna fatlaðs fólks, 941 milljón fara til verkefna sem bera heyra beint undir fjölskyldudeild, 308 milljónir fara til málefna aldraðra og loks fara 259 milljónir til annarar félagslegra þjónustu. Fræðslu og uppeldismál sem fyrr stærsti málaflokkurinn verður varið tæpum 7,6 milljónir króna til þeirra á árinu 2020. Af þeim 7,6 milljónir sem varið verður til fræðslumála fara 2,2 milljarðar króna til leikskólamála, 4,7 milljónir til grunnskóla,
284 milljónir króna fara til tónlistarskólans og þá er gert ráð fyrir 218 milljónir króna í sameiginlegan kostnað. Þá er ótalið 117 milljónir sem er kostnað vegna framhaldsskólana við Eyjafjörð og 17 milljónir sem renna sem styrki til annarra fræðslumála. Samkvæmt áætlun er gert ráð fyrir að verja 900 milljónir króna til menningarmála á árinu 2020 og er MAG þar stærst framlög félagsins ásamt húsaleigustyrk nemur 579 milljónum króna. Íþrótta- og tómstundamáli er þriðji fjárfrekasti málaflokkurinn og er áætlaður kostnaður vegna íþrótta- og tómstundamála 2271 milljón króna. Heildarútgjöld til brunamála, almannavarna og sjúkraflutninga eru áætlaður tæplega 509 milljónir króna. Tekjur eru áætlaðar 268 milljónir króna og því er gert ráð fyrir að Akureyrarbær leggi bruna- og almannavörnum til 241 milljón króna árinu 2020. Heildarútgjöld vegna hreinlætismála eru áætlaðar 385 milljónir á árinu 2020. Hér er að ræða kostnað við heilbrigðiseftirlit, sorphreinsun og sorpeyðingu sem og meindýra- og dýraeftirlit. Nettó útgjöld vegna þessa málaflokks eru 17 milljónir króna og munar það mestu að sorpbyrðugjaldið en gert er ráð fyrir að það skili tekjum bara ríflega 325 milljónir króna en gert er ráð fyrir 2,5% hækkun gjaldsins milli ára. Í skipulags- og byggingamálum er gert ráð fyrir að verja 180 milljónir króna á næsta ári. Kostnaður vegna umferðar- og samgöngumála er áætlaður 970 milljónir króna og má geta í ljósi þeirra umræðu sem hér fer eftir snjómókstur að gert er ráð fyrir 138 milljónir króna til snjómóksturs á árinu 2020. Til umhverfismála er gert ráð fyrir að verja alls 348 milljónir króna. Atvinnumálin taka 100 eða rekstur Akureyrarstofu eða það sem fellur undir Akureyrarstofu er að taka 196 milljónir króna og sameiginlegur kostnaður það er að segja fjársýslusviðs og stjórnsýslusvið bæjarstjórnar og bæjarráðs er gert ráð fyrir 910 milljónir króna. Að öðru liðum má nefna þá, eins og framkom hér áðan, þá lífeyrisskuldbinding áætluð 830 milljónir króna. Í forsendum fjármagnsliðar er að þessu sinni byggt á verðbólguspá upp á 3% ásamt því að stuðst við vaxtagreiðslur sem þekktar eru. Gert er ráð fyrir að fjármagnsliðið aðalsjóðs verði jákvæður 362 milljónir króna. Fasteignir Akureyrarbæjar, framkvæmdamiðstöð Akureyrarbæjar og eignarsjóður Gatna teljast til annarra fyrirtækja og sjóða í A-hluta. Gert er ráð fyrir jákvæðri niðurstöðu af rekstri fasteigna upp á 619 milljónir króna. Rekstur framkvæmdamiðstöðar er rekinn með tæplega 19 milljónir króna hagnaði og gert er ráð fyrir jákvæðri afkomu eignarsjóður Gatna upp á 69 milljónir króna. Í B-hluta samstæðinu er að ræða 8 fyrirtæki eins og fram hefur komið og sjóði sem hafa misjöfn áhrif á rekstur samstæðunar. Gert er ráð fyrir að hagnaður Norðurorku inn í rekstur samstæðuna verði 386 milljónir króna og hagnaður á rekstri Hafnasamningsins er áætlaður 243 milljónir króna. Nettó niðurstaða allra 8 B-hluta fyrirtækjanna og stofnanna er áætluð 512 milljón króna. Framkvæmdir ársins 2020 er áætlaður 4.554 milljónir króna. Gert er ráð fyrir að fjárfesta fyrir 1293 milljónir króna hjá aðalsjóði og 944 milljónir króna í eignarsjóði Gatna. Fjárfestingar A-hluta verða þannig 2.277 milljónir króna gangi áætlanir eftir. Fjárfestingar í B-hluta fyrirtækjum er áætlaðar einnig 2.277 milljónir króna, svolítið tilviljun, en þar munar mest framkvæmdir Norðurorku, en framkvæmdir á vegum Norðurorku á árinu 2020 eru áætlaðar 531 milljón króna. Í Hafnasamningnum er gert ráð fyrir 436 milljónir króna til fjárfestinga og gert er ráð fyrir 245 milljónir króna til félagslega íbúða og er stærsta einstaka framkvæmdin við þjónustu íbúðakjarnan í Klettaborg sem kláraði verður á árinu 2020. 3 ára áætlun er hér lögð fram með áætlun ársins 2020. Ég ætla ekki að eyða mörgum orðum í þá áætlun á þessu sinni en hún er gerð á sömu forsendum og liðnum árum þar að segja sett fram á föstu verðlagi. Ég mun því ræða áætlanir árina 2020 til 2023 betur í seinni umræðinu við fjárhagshallun. Til skoðanir er að breyta framsetningu á þeim áætlunum milli umræðina og verður svo breyting þá kynnt inn í nefndum bæjarins eða ráðum. Góðir bæjarfulltrúar, fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar fyrir árið 2020 hefur verið að mestu unnin í samræmi við vinnuferla sem kynntir voru í bæjarráði við upphaf áætlunargerðar. Eins og alltaf er gerð fjárhagsáætlun ákveðin áskorun. Sífellt auknar kröfur eru gerðar til sveitarfélaga sem kalla á ráðdeild og oft þarf að taka óvinsalar ákvarðanir. Við gerð fjárhagsáætlunar var lagt upp með ákveðna hagræðingu í rekstri
og var bæjarstjóra og sviðsstjóra fjársýslusviðs falið að útfæra það í samráði við sviðsstjóra og formenn ráða. Sú vinna að skila sér að mínu mati án þess að tilkomi skerðing á þeirri góðu þjónustu sem bærinn að veita. Við höfum oft rætt hér í bæjarstjórn að horfa lengra fram í tíman og rætt að gera 10 ára áætlun. Var það eitt af því sem ég ræddi hér í ræðu minni á síðasta ári. Vinna og hófst við að útbúa slíka áætlun, en til að hægt yrði að vinna það áfram var mikilvægt að horfa til þarfa á framtíðar uppbyggingu mannvirkja og innviða. Nú nýverið fengum við bæjarfulltrúar kynningar á afar metnaðarfullri vinnu starfshópa framtíðar uppbyggingu íþróttamannvirkja og uppbyggingu leikskóla með það að markmið að ná takmarki sem sett var að 12 mánaða börn fengju aðgang að leikskóla. Jafnframt hafa verið lagðar línur endurbætur á grunnskólamannvirkjum í bænum. Þetta mun allt auðvelda gerð framtíðar áætlana og mun vinna að 10 ára áætlun byggð á þeim forsendum fara af stað á næstu dögum. Ágætu bæjarfulltrúar, samhliða áætlun hafa bæjarfulltrúar fengið drög að greinargerð með fjárfestingaráætlun en endanleg útfærsla á greinargerð verður lögð fram við seinni umræðu. Þá er gert ráð fyrir að í næstu viku að verður boðað til íbúafunda til að kynna fjárhagsáætlun og gefa þannig bæjarbúum kost á að kynnast betur í hvað skattpeningum okkar er varið. Áður en þessari ræðu minni lýkur þá vil ég þakka nefndarfólki fyrir góða vinnu í tengslu við fjárhagsáætlun. Í flestum ef ekki öllum ráðum hefur verið góð samvinna fjárhagsáætlun og oftar en ekki hefur verið nær einhugur í afgreiðslu fjárhagsáætlun einstakra ráða. Þá vil ég sérstaklega þakka Dan Brynjarssyni, sviðsstjóra fjársýslusviðs og Kristínu Baldvinsdóttur verkefnastjóra sem og sviðsstjórum öllum fyrir þeirra vinnu við gerð áætlunarinnar. Góðir bæjarfulltrúar, þessi framsaga mín hér í dag hefur aðalega beinst að fjárhæðum fjárhagsáætlunar. Hér hef ég ekkert minnst á aukna þjónustu og ný verkefni, svo sem þjónustu við fatlaða, áfangaheimili, menntastefnu, deiliskipulag og uppbygging á miðbæjarsvæði, hækkun frístundaávísana, endurskoðun á leiðakerfi, strætisvagnanna, íbúalýðræðisverkefni, íbúakvört og metnaðarfulla framkvæmda áætlun sem svo dæmi séu nefnd. Ég hlakka til líflegra umræðina en að þeim loknum legg ég til við bæjarstjórn að þessi fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar fyrir árið 2020 til 2023 verði vísað til frekari yfirferðar og til síðari umræðu í bæjarstjórn sem áætlað er að fara fram þann 3. desember. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, hér erum við að vanda á þessum árstíma að fjalla fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar fyrir næsta ár. Og einhvern veginn mér farið að líða eins og bílaðri plötu eða grammafóni sem með bílaða plötu. Því að það raun að vera alltaf það sama sem kemur upp í hugan þegar við erum að fjalla þetta. Fyrsta lagi þá langar við til þess að benda á það. Og það fyrst í gær kvöldi sem að við erum komið með endanleg gögn í formi tillögu að fjárhagsáætlun. Það fyrst í gær kvöldi sem við erum komið með greinagerð, eða drög að greinagerð, sem að inniber þá allavega einhverjar upplýsingar það svona heildarmyndin af fjárhagsáætlun. Það fyrst hádegi í dag sem að við fáum í hendur ræðu formanns bæjarráðs sem hann flutti hér rétt áðan. Það ekkert alveg einfalt að koma hérna og ræða þessa fjárhagsáætlun þegar gögn berast með þessum hætti og það alveg klárt mál að ég var til dæmis bæjarmálafundi í gær. Þar fór ég með tóma tjöru af því ég var með röng gögn í höndum. Mér finnst þetta ekki boðlegt í bæjarfélagi eins og Akureyrarbær Ég skil ekki af hverju vinnubrögðin þurfa að vera með þessum hætti. Við erum búin að horfa upp á það hérna ár eftir ár eftir ár. Að það gleymist að gera ráð fyrir ákveðnu þáttum þegar ramminn settur út. Það gerðist núna.
Og ég bara velti því fyrir mér, af hverju gleymist þetta? Jú, vegna þess að það er ekkert samráð. Það er ekkert samráð, hvorki við pólitíkina né aðra stjórnendur bæjarins og ég verði var við. Það var ekki, það hefur ekki verið og það er ekki. Og fyrir vikið, þá erum við mjög oft að takast á hluti og vinna með hluti sem eru bara hreinlega rangir. Mér finnst þetta ekki boðlegt. Bara alveg af og frá. Bæjarfulltrúi Guðmundur, formaður bæjarráðs, kom hérna inn á það líka að það stæði til að gera 10 ára áætlun. Það er búið að standa til í 6 ár. Hér var tilbúin 10 ára áætlun 2014 þegar við komum þá inn, ég, Guðmundur og Eva, af þessum hópi, það lá fyrir, og Ingibjörg, bæjarfulltrúi Ingibjörg, það lá fyrir tillaga og Sóli, bæjarfulltrúi Sóli, það lá fyrir tillaga 10 ára áætlun sem var búið að vinna og leggja mikla vinnu í kerfinu. Hellingur af manntím, hellingur af peningum. Ekki gerðu nokkuð skapaður hlutur við þetta plagg. Það hefði verið nær þá að taka þetta plagg upp og leggja ákveðna línur, endurskoða hverju ári og hafa einhverja framtíðar sýn. Því að það er hana sem skortir í allri þessari vinnu. Einhver framtíðarsýn. Framtíðarsýnin verður ekki til á borði fjármálastjóra, hún verður ekki til á borði bæjarstjóra, hún verður til hjá okkur, pólitíkinni, í samræðu þá við þá sem að stýra og hafa umboð til að stýra bænum af okkar hálfu sem sitja hérna í bæjarstjóra. Og mér finnst þetta bara vandræðalegt. Jú, nú á að fara að gera 10 ára áætlun. Já, gott mál. Það verður bara fróðlegt að sjá. Það er nefnilega búið að vinna hana einu sinni enn og lágu fyrir drög fyrir rúma ári síðan sem ekkert hefur verið gert með enn. Mér veit það. Og þetta kannski birti svo mjög greinilega í þessari fjárhagsáætlun og ef greinagerðinni er skoðuð, þá sjáum við það að stöðugildum hefur stórlega fjölgað hjá bænum. Við fórum í vinnu hérna milli 2015 og 16 í hagræðingaraðgerðir miklar. Við tókum vel þátt í því sem þá sátum í bæjarráði. Gjörðum það. Flestar þær aðgerðir voru þess eðlis að þær koma aftur inn í rekstur, nema það var rætt það að halda þátti í við fjölgun stöðugilda, gera eitthvað í því að gæta þess að stöðugildum fjölgaði þá innan ákveðina marka. Því miður þá brást stíflan á milli 2017 og 2018. Það þýðir bara einfaldlega það að við stöndum núna aftur frammi fyrir hagræðingaraðgerðum sem að eins og bæjarfulltrúi Guðmundur kom inn á, bæjarstjóri og fjármálastjóri leiddu hérna, en það náðist ekki hagræðingarkrafa upp á 400 milljónir. Skulum bara horfast yfir við það. Ekki mér vitanlega allavega, nema að ég hafi ekki rétt gögn og viti þá ekki málið, það gæti líka alveg eins verið. Vegna þess að í því hagræðingar yfirlitsblaði sem við vorum með og fengum í bæjarráði fyrir tæpum hálfum mánuði síðan, þá voru setta fram allar hagræðingarkröfur en eitthvað var ekki komið inn í áætlun. Það komnar inn í áætlun núna? Ég hef ekki hugmyndu. Ekki hugmynd. Það er hvergi verið sett fram, hvergi verið kynnt, þannig ég bara hef ekki hugmyndu. Ég veit ekki til þess að þið vitið það heldur. Þannig að þessar hagræðingar sem liggja fyrir eru upp á einhverjar 270-300 milljónir sennilega. En af hverju erum við að lenda í þessum hagræðingum trekk í trekk? Jú, það er fyrst og fremst og fyrst og síðast vegna þess að það er engin langtíma sýn. Það vantar þessa langtíma sýn, það vantar stöðuleika, það vantar stefnu, það vantar eitthvað kerfi hérna sem heldur aðeins í menn vegna þess að þetta er líka það sem er að gerir bara mönnum mjög erfitt fyrir hérna í starfi hjá bænum. Að vera í stöðugt í þessu limbói.
Jú, við bætum í þetta árið. Nei, skerum niður hitt árið. Nei, bætum aftur í. Nei, skerum niður. Þetta er rosalega skemmtilegt. Já, hitt og veldur. Þetta er bara ömurlegt. Og veldur meðal annars því að umræðin í kringum allt þetta verður bara afar neikvæð. Þannig að sko ég held að það er raun og veru bara ein leið til þess að vinna almennilega úr þessu. Það er að vinna hlutina skipulega, gegnsætt og horfa til lengri tíma. Og ég ætla bara að nefna annað dæmi varðandi vinnubröðin í kringum þessa fjárhagsáætlun. Ég sko velti í stundu fyrir mér hvar við erum stödd á þessari plánetu hérna með þessa vinnu því að síðastliðinn fimmtudag, þá birtist allt í einu framkvæmda yfirlit bæjarins, sem bara býsna stór hluti af fjárhagsáætlun. Og meirihlutinn samþykkti hana náttúrulega. Daginn eftir er fundur í umhverfis- og framkvæmdaráði sem á að vinna þessa áætlun samkvæmt því formi sem er á þessari vinnu. Og þar voru menn að veltaði fyrir sér hvort þeir ætti að vera að samþykkja áætluna þar sem að bæjará væri búið að samþykkja nú í sinn til bæjarstjórnar. Eftir því síðan best veit. Menn veltuði fyrir sér Guðmundur vegna þess að það var búið að afgreiða þessa áætlun á kolröngum stað, á kolröngum tíma. Þetta er ekki ásættanleg vinnubrögð. Það er alveg af og frá. Og ég ætla svona bara aðeins að velta því líka upp hérna í umræðinni. Eftir kosningarnar 2014, þá er endurráðinn bæjarstjóri, Eiríkur Björn. Þá verður formaður bæjarráðs, bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin, og þá gerist það að umsýslan og stýringin á fjárhagsáætlanagerðinni færist bara svona sjálfkrafa til formanns bæjarráðs, sem bæjarstjóri hefur hingað til synd. Og bæjarstjóri hefur stýrt. Og af hverju skyldi bæjarstjóri stýra fjárhagsáætlun? Jú, það er vegna þess að bæjarstjórinn er framkvæmdastjóri, hann ber ábyrgð á rekstrinum og hann einn hefur boðvald yfir öðrum starfsmönnum bæjarins. Við sem pólitíkusar höfum bara ekkert með þetta að gera, að stýra öðrum starfsmönnum bæjarins. Ég láti vera að ræða þetta lengi en þetta hefur alla tíð truflað mig að þetta fyrirkomulag skuli vera á, en ég held að þetta sé ekki til bóta. Ég held að þetta sé til vansa. Og þess vegna velti maður því fyrir sér þegar við vorum að velta upp tillögum samdrátt á stjórnsýslusviði sem dæmi. Af hverju erum við með aðstofan bæjarstjóra að við búið að taka hellinga verkefnum bæjarstjóra á hann og færa þau yfir á pólitíkinn? Má það ekki bara alveg spyrja að því? Þetta er nefnilega eitt af stóru málunum sem við horfumst í augun við hérna. Það er að við erum að skera niður á einum og öðrum og þriðja stað og það er bara ekki rétt að það hafi ekki áhrif á þjónustu. Þetta hefur þetta áhrif á þjónustu. Ef við styttum opnunartíma, ef við styttum starfstíma, þá erum við að breyta þjónustu. Ef við erum að þrengja starfsemi, þá erum við að breyta þjónustu og við erum að skerða hana. Það er ekkert flókið. Það hefði í sjálfu sér verið hægt að koma í veg fyrir þetta að megninu til með styrkari fjármálastjórnun og styrkari og skipulagðari vinnu í þessum málaflokki. Aðeins hérna í lokin á mínu máli núna, þá leggjum við hérna minnihlutana fram bókun núna og hún er einhvern veginn svona, alltaf verið að breyta þessu.
Á undanförnum árum hefur ítrekað verið gagnrýnt við afgreiðslu á fjárhagsáætlun að bæta þyrfti vinnubrögð, setja fram rauntölur áætlaðan kostnað en ekki óskir. Leggja meiri vinnu í 3 ára áætlunina og leggja fyrir allar nefndir. Vinna og samþykkja 10 ára áætlun með skýrri forgangsröðun verkefna og auka raunverulegt samráð við gerð áætlunarinnar við minnihlutann ef ætlunin að fá samþykki hans. Nú það svo, ýmislegt hefur verið fært til betri vegar, svo sem gagnavinnsla ýmiss konar sem skýrir forsendur og breytingar á áætlunum. Þarna skiptir greinargerðin og starfsáætlanir miklu máli. Það má því segja að gagnrýnin hafi skilað einhverju hvað þetta varðar. Hins vegar það svo enn að vinnubrögðin og vinnuferlið ekki nægilega markvisst og gegnsætt og lítil sem engin vinna lögði langtíma áætlanir. Það var ekki boðað til dæmis til fundar með lykilstjórnendum og pólitísku fulltrúum í vor, þar sem farið yfir faglegar og pólitískar forsendur áætlunar og þess gætt að allt sem fyrir liggur sé hluti af fjárhagsramma næsta árs. Þá liggur enn og aftur fyrir fjárhagsáætlun sem gerir ráð fyrir verulegum halla á A-hlutanum, sem í sjálfu sér óásættanlegt með öllu. Á síðasta kjörtímabili farið mikla vinnu við að leita leiða til hagræðingar rekstri. Í kjölfari tókst að halda rekstri í sæmilegu jafnvægi, en árið 2018 bætt við tæplega 40 stöðugildum sem ekki var til fjármagn fyrir. Og því þurfti meðal annars að grípa til hagræðingaraðgerða í fyrirliggjandi áætlun sem náðust þó ekki að fullu. Þessi fjármálastjórn mjög sveiflukennd og gerir alla áætlana gerð erfiðari og á margan hátt neikvæðari fyrir allt starfsfólk og íbúa, ekki síst í ljósi þeirra umræðu sem fylgir í kjölfarið. Þetta styður þá skoðun okkar enn frekar að það full þörf á að gera vandaða langtímaáætlun og leggja þannig upp stefnu til lengri tíma. Að þessum sökum getum við engan veginn samþykkt fjárhagsáætlun 2020 og hvað þá 2020 til 2023. En það hefur hann ekkert verið rætt, hvorki í pólitíkinni né í ráðunum nema mjög takmarkað eftir því sem við best vitum. Og þegar við erum að tala óskir en ekki rauntölur, þá það rétt hjá bæjarfulltrúa Guðmundi sem kom inn á áðan. Og nú í fyrsta skipti í raun og veru sett inn hugsanlega rauntala í tengslu við lífeyrisskuldbindingarnar eða 830 milljónir en ekki 400. Það bara óskatala og það bara blekkingaleikur að vera ekki að setja þá inn rauntölur. Auðvitað hefur þetta áhrif. En það hefur A-hlutin oft verið afgreiddur héðan með undanförnum árum, með afgangi, en alltaf lenti í hallanum. Og hallin á A-hlutanum sé ekki farin að nema einhverjum milljörðum samantalið síðan 2014. Og þetta bara veruleiki sem við þurfum að taka tillit til og horfast í augu við. Og að því við ræðum snjómokstur á eftir, 137 milljónir. Ég veit ekki betur en að áætlunin sé upp á 177 þetta árið og erum við ekki enn og aftur að áætla á lítið í grunnþjónustu hér í bæ. Ég ætla ekki að eyða fleiri orðum á þetta í bili og ég gerir ráð fyrir fleiri vilja tjá sig. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að segja ykkur að ég fór í göngutúr í dag og með mér í för var bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Það vissi hún reyndar ekki að því, hann var á símanum mínu bara. Ég var að hlusta á bæjarstjórnarfund sem átti sér stað fyrir 366 dögum síðan. Við vorum að ræða nákvæmlega sömu hluti, þar að segja við vorum að ræða í fyrri umræðu fjárhagsáætlun. Ég ætla bara að segja að ræðan var jafn leiðileg þá og en hún var samt svona örlítið jákvæðari vegna þess að það var verið að bæta í reksturinn og bæta í ákveðna málaflokka. Og
Og þess svona varð ég ennþá svona meira hugsi yfir þessari fjármálaóreiðu sem að ríkir hérna á meirihlutanum í áætlanagerð þegar verið að slá í og slá úr í málaflokkum bara sko virðist vera tilfallandi. Og ég tek bara af heilum huga undir með bæjarfulltrúa Gunnari að þetta bara ekki gott. En það sem að mér fannst núna við ræðuna hans bæjarfulltrúa Guðmundar var hún þarf náttúrulega ekkert að vera svona leiðileg. Það verið að fara yfir málaflokka og þarna voru taldar upp alls konar tölur framlög til hinna á þessara þátta í málaflokkum. En það bara, það ekki til neins að telja upp tölur ef það ekki verið að tala þróun. Og það svo mikilvægt og það svo upplýsandi fyrir þá íbúa sem hugsanlega hefðu áhuga á rekstri samfélagsins. Að þurfa ekki að fara á YouTube og taka 3 tíma langa göngutúr til að hlusta umræður frá því í fyrra til þess að bera saman í hausnum hvernig hlutirnir eru að þróast. Það bara eðlilegt að myndi sér dregin upp hérna í ræðustóli í bæjarstjórn þar sem verið að ræða fjárhagsáætlun og fjármál bæjarins. Þannig að ég bara skora á bæjarfulltrúa Guðmund og ég ætla bara að segja að ég hef ekkert haft neina sérstaka skoðun á því hvort að vera bæjarstjóri eða einhver bæjarfulltrúi eða formaður bæjarráðs sem að gerir fjárhagsáætlunina, en það alveg ljóst að þetta ekki gott. Þannig að hugsanlega þurfa kannski þessir 2 aðilar að vinna betur saman eða eitthvað. Það allavega við erum ekki að ná árangri í einhverju stöðuleika og einhverju þróun í málaflokkum. Mér langar aðeins að fara yfir nokkur atriði sem ég hef sérstakar áhyggjur af og ég bara ætla að segja að ég trúi því ekki alveg þegar hér fullyrt að samdráttur í málaflokkum hafi engin áhrif á þjónustu. Það liggur fyrir að stytta opnunartíma ungmennahússins og ég hef áhyggjur af því. Í greinargerðinni talað að það að fara í stefnumótunarvinnu hvað varðar framtíð ungmennahússins og mér finnst það bara mjög gott. En ég hefði einhvern veginn haldið að það væri eðlilegra að fara í stefnumótunarvinnuna áður en að farið í niðurskurð í málaflokkunum. Þannig að mér finnst þetta bara ekki traustvekjandi. Það var fækkað 1,3 stöðugildi hjá félagsmiðstöðunum og þar á líka að vera stefnumótunarvinna og mér finnst þetta bara, ég bara hef ekki traust á þessum tillögum að þetta verði allt í lagi. Af því í mínum huga bara ekki rétti tíminn til að draga úr í forvörnum. Og ég kannski vil nefna og lesa upp á samstarfssamningi meirihlutan sem var undirritað 12. júní 2018. Og með leyfi forseta ætla ég að lesa upp eina grein. Við ætlum að efla forvarnir og fræðslu og styðja enn frekar við starfsemi Rósenborgar í málefnum ungmenna. Sérstök áhersla verður lögð á leiðir sem geta bætt líðan barna og ungmenna, ekki síst með snemmtækri íhlutun og aðgengi barna og ungmenna að stoðþjónustu innan veggja leik- og grunnskóla. Og svo kemur við viljum að sett verði á fót áfangaheimili fyrir fólk sem að koma úr áfengis- og fíkniefnameðferð. Og það mjög gott, það nefnilega að gerast. En hitt ekki gott og ég hvet ykkur til þess að standa við þann hluta líka. Varðandi tómstundamiðstöðuna Punktinn, að þar hefur verið rætt að flytja þjónustuna í Víðilund. Ég sjálf farið að skoða aðstæðunum í Víðilundi og get svona alveg séð að það væri hægt að gera það vel. En ég skil ekki alveg samt eins og þetta kemur inn í greinargerðinni þar sem gert ráð fyrir að leggja niður þjónustu við fullorðið fólk í Punktinum og færa og eingöngu gert ráð fyrir að í boði verði barnanámskeið og
og allir annari starfsemi hætt. Og þetta hljómar svona og þetta er niðurskurður 44% í punktinum og ég átta mig ekki á hvernig það á ekki að valda þjónustuskerðingu hjá því fullorðna fólki sem þar sækir þjónustu sem því mikilvæg. Nú það verið að bæta í 15 milljónir uppbyggingarstyrk til bílaklúbbs Akureyrar. Það var ekki nefnt hérna áðan en það var alltaf að draga það fram. Þetta hljómar dálítið handahófskennt ef ég á að segja alveg svo Svo langaði mig aðeins til þess að ræða fyrirhugaða sölu á Deiglunni og þá langaði mig að spyrja hvort að það sé búið að reikna inn það framlag sem að Gilfélagið lagði til uppbyggingar Deiglunnar á sínum tíma sem að ég hef upp úr ársreikningi Gilfélagsins frá 1993 að á núvirði gæti numið tæplega 12 milljónum króna. Er þetta þá framlag sem verður endurgreitt til Gilfélagsins ef að Deiglan verður seld? En svo líka einmitt af því að það sem ég var að hlusta á göngutúrnum þá var verið að tala viðbætur í Menningarfélagið og Listasafnið og mér finnst bara pínu skrítin stefna að vera að setja allt púðrið í stofnanirnar og einhvern veginn taka undan grasrótinu, það að segja einstaklingunum sem að búa í bænum og starfa og þar að skapa það sem að einhverju leyti hugsanlega verið sýnt í þessum stóru stofnunum. Og ég bara geld mikið varhug við þeirri stefnu og vona að hún verði ekki, og ég held að þessi hugmynd að selja Deigluna gæti verið svona dálítið skammsýn. Allavega meðan að ekki búið einhvern veginn að hugsa það til enda hvernig grasrótarstarfi verður þá svona sinnt og hvernig stutt verður við það hérna í bænum. En þetta hugsanlega getur við rætt betur á milli umræðina. Ég vona það að meirihluti sé tilbúin til þess að endurskoða þetta aðeins og hugsa máli betur og hugsa aðeins til lengri framtíðar. En eins og ég segi, ég tek bara undir þessa bókuna, auðvitað við minnihlutar fulltrúarnir bara saman á þessari bókun sem að gagnrýnir auðvitað meira minna bara ferlið, fjárhagsáætlunarferlið, þó að það sé ekki verið að hnýta þar í einstaka niðurskurðar hugmyndir. En það verður líka tækifæri til þess í seinni umræðu. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langaði að koma hérna upp og bregðast aðeins við þar sem ég nú formaður stjórnar Akureyrarstofu varðandi ummælum Deigluna. Ég vil í fyrsta lagi segja frá því að þetta hefur verið til umræðu og hefur engin ákvörðun verið tekin sölu Deiglunar og eftir að ég hef kynnt mér málið betur þá tel ég ekki ástæðu til þess og það ætti frekar að gera leigusamning við Gilfélagið áframhaldandi notkun sem ég tel að sé mikilvæg í listagilun okkar. Mér langaði líka að nefna að ég er rosalega ánægð með þá framtíðarsýn sem að sést í þeirri miklu vinnu sem hefur verið við framtíðar uppbyggingu leik- og grunnskóla. Ég er mjög ánægð með að við séum að horfa þarna á mjög metnaðarfulla vinnu við verkefnið Brúum bilið og að við séum að sjá fram á það að á næstu árum náum við að ná inn alltaf 12 mánaða börnum í leikskólum á Akureyri. Mér finnst það virkilega framsækið og vel unnið verkefni og þegar við horfum á 10 ára áætlanir þá held ég að við þurfum að vinna miklu betur í því að taka einn og einn málaflokk eins og erum að gera og skilgreina hann til lengri tíma. Ég er líka ofboðslega ánægð með þá vinnu þar sem við verið að hugsa uppbyggingu innviða og stoðkerfis innan grunnskólana sem ég held að sé mjög mikilvægt og ekki síst þegar kemur að forvarnamálum.
Mér finnst allt í lagi að horfa til þess að þegar að nýting á húsi lítil sem engin, að horfa frekar á færslu meðal annars inn í stoðkerfi grunnskólana þar sem ég held að megi bæta. Það kannski annað þar í forvarnamálunum af því þau eru mér nú sérstaklega hugleikin að ég myndi svona næstu skref þar held ég að við þurfum að huga sérstaklega aldurshópnum 16 til 18 ára í samvinnu við framhaldsskólana sem eru svona næstu skref sem ég myndi vilja horfa til. Ég líka ánægð með þá því að bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin nefndi það nú að þó að það hafi nú ekki verið kynnt ennþá að þá var þverfaglegur hópur að vinna að framtíðaruppbyggingu íþróttamannvirkja sem að mér finnst spennandi og finnst áhugavert að svona margir hafi sest niður þverpólitískt til að taka sameiginlegar ákvarðanir, það sama með grunnskólana og ég vona að við höldum áfram skref fyrir skref að taka fyrir málaflokka saman þvert á pólitík til þess að máta framtíðarsýnina. Vegna þess að ég held að það sé glapræði að setja niður 10 ára áætlun án slíkrar ígrundarar vinnu í hverju málaflokki fyrir sig. Það mín skoðun. Þá ég spennt fyrir því að við séum að fara að byggja upp í miðbænum og fara að sækja fram þar því á sama tíma og það þarf að huga að aðhaldi í rekstri þá þarf líka að vera framsýnn og horfa til þess að byggja upp og ég spennt fyrir því. Ég held að núna tæki við vinna milli áætlana þar sem að við vinnum enn betur saman að því að móta næstu fjárhagsáætlun sem tekur örugglega einhverju breytingum eins og hann hefur gert hingað til. En ég spennt fyrir því sem að við höfum verið að vinna að til margt að því höfum við unnið í góðri samvinnu og ég hef mikla trú á því að við séum að færast nokkur skref áfram og hlakka til að taka þátt í því starfi. Það bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Það kannski maður ekki sagt að menn líta mismunandi augum á hlutina og ég var að segja alls vera að það kom hér fram hjá bæjarfulltrúi Sóleyju að ræða mín hefði verið hundleiðileg að hennar mati. Ekki voru hinar 2 ræður sem á eftir fylgdu skári, verða bara að segja alveg eins og Það margt það sem kom fram, mér varst sérstaklega athyglisvert þegar bæjarfulltrúi Gunnar fór að tala það að hann hefði hvergi séð hvort að hagræðingaraðgerðirnar hefði verið teknar inn í skal ég segja, reikningarna sem voru kynnt fyrir okkur. Þetta kom alveg greinilega fram á fundi í Bæjarráðs, ég veit ekki hvað Gunnar hefur verið þegar þetta var rætt á þeim tíma. Við vorum að fengum til okkar sviðstjóra og formar allra ráð og nefnda sem var verið að fara yfir hvað væri búið að taka inn í dæmi hjá nefndum og ráðum. Það verður líka að segjast þess og að það var mjög góð samstarf í öllum ráðum þetta og menn unnu þetta mjög markviss saman í ráðum þó svo að bæði fræðsluráði og umhverfis- og mannvirkjaráði hafi fulltrúar Sjálfstæðisflokks og M-listans ekki greitt atkvæði með fjárhagsáætlunum. Þá var samt sem voru menn að vinna þetta nokkurn veginn saman. Finnst mér í öðrum nefndum, ég menna bæði velferðarráði, skipulagsráði og frístundaráði þá voru ráðin einhuga og afgreiddu þetta til okkar hér í fjárhagsáætlunina frá þeim ráðum og nefndum og þar var þetta tekið inn í þetta dæmi. Ég get líka huggað bæjarfulltrúa Gunnar á því að þrátt fyrir að ég sé að lesa þetta hér upp þá hefur bæjarstjóri að sjálfsögðu komið að þessu. Það var hún alltaf var að vinna með þessar tölur og þessa hagræðingaraðgerðir með sviðsstjórum og hefur verið mjög ötul í því. Þannig að mér varst pínlítið verið að gera lítið úr hennar störfum þó svo hún hafi ekki lesið þetta upp. Það sem að bæjarfulltrúi Gunnar vísaði til þess að hér hefði gerð einhver strúktúrbreyting 2014 að formaður bæjarráðs hafi allt í einu farið að lesa hér upp fjárhagsáætlanir. Þá get ég upplýst bæjarfulltrúi Gunnar að það byrjaði árið 2010, bara svo að vita af því. Það sem að bæjarfulltrúi Gunnar benti á, það væri mikill halli á rekstri A-hluta frá árinu 2014 til 2018, það alveg rétt hjá honum. Við erum að tala 1904 milljónir fyrirgefið, 1904 milljónir sem að skal ég segja hallin. En á sama tíma erum við búin að þurfa að takast á mikla lífsskuldbindingar. Það búið að gjaldfæra á þess frá árinu 2014 4,5 milljarða. Það hlýtur einfallega og það gefur auga leið að svona mikla breytingar sem hafa voru á lífsskuldbindingu, bæði vegna lífskjara eða þessar samningar sem voru gerðar,
að við þurfum að taka okkur lífsskuldbindingar og síðan bara vegna þeirra þróunar sem hefur verið, þá gefur alveg auga leið að við höfum verið í vanda. Það er að segja að við höfum þurft að bregðast við til þess í rauninni að mæta þessu. Við náttúrulega leggjum áherslu á það að reyna að gera hlutina sem best. Vissulega er það rétt að við höfum verið með tap á A-hlutanum eins og ég sagði. Þetta hefur verið 1904 milljónir á þessum 5 árum. En ef við tækjum þessar lífsskuldbindingar frá þá erum við að tala að hagnaður hefur verið ríflega 2,5 milljarðar af rekstri A-hluta. Þannig að þetta hefur haft mikil áhrif og við höfum þurft að takast á við þetta. Við erum að gera það núna í fjárhagsáætlun að bæta í með það. Ég er bara að fagna því að bæjarfulltrúi Sóley skuli hafa eitt heilum göngutúr að hlusta á mig og ég talaði fram þetta hefði verið betri ræða í fyrra. Hún kannski fer batnandi á milli ára. Við munum alveg klárlega í seinni umræðunni fara betur yfir þróunina. Við munum, og eins og bæjarfulltrúar þeir hafa fengið þessa greinargerð, við munum fara og kynna þetta bæjarbúum og við erum að vinna þetta með okkar starfsfólki, eða starfsfólki ekki okkar, heldur starfsfólki bæjarins. Þannig að við munum sjálfsögðu gera betur í að koma með þróuna. Við erum búin að gera ýmsa hluti á umliðnum árum, við erum komin með greinargerð. Ég var að lesa til að mynda greinargerð sem við erum að láta bæjarfulltrúa hafa í té núna ef ég er að skoða þetta hjá öðru sveitarfélögum. Þetta er mjög mismunandi hvernig sveitarfélög gera þetta. Sum bara segja að greinargerð verði bara ekki birt fyrir í seinni umræðu. Og vegna þess að það er þá væntanlega vegna þess að menn eru bara skammt á veg komnir með þetta, verða breytingar alltaf á milli umræðina. Ég heyrði líka þegar að bæjarfulltrúi Hilda talaði að mikilvægt væri að koma á samvinnu við 10 ára áætlun og það væri gott að vinna þetta allt saman og þá heyrði ég bæjarfulltrúa hér í salnum stynja mjög. Það er nú bara þannig að það virðist vera svo að það virðist vera að ganga mjög vel í nefndum og við bara leggjum áherslu á það að halda því áfram. Við höfum líka lagt áherslu á það að vinna vel í bæjarráð og upplýsa menn og höfum verið að draga menn inn að borðinu. Það er alltaf alveg sama hvað við gerum og það verður aldrei nógu vel gert. Það mun alltaf verða kvartað við því. En það er bara eins og það gengur. Við erum að gera okkar besta. Við erum núna búin að leggja fram mjög góðar skýrslur sem verða kynntar núna næstu dögum uppbyggingu íþróttamannvirkja og hvernig við ætlum að takast á við leikskólamálið þar sem við lögðum mikla áherslu á það að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla. Þannig að við erum að vinna þetta. Nú erum við komið með þann grunn. Það hefur verið erfitt að sjá fram í tíman vegna þessa. Það er ekkert mörg sveitarfélög. Ég held að sé bara, ég veit ekki eins og hvort að það eru sveitarfélög sem birta 10 ára áætlanir. Man það ekki þó, það getur vel að Reykvíkingar gera það. En við erum með þessu að stíga skref sem að við erum komin töluvert lengra heldur en aðrir. Ég hef talað við þetta í mörg ár. Ég viðurkenni það að þetta verður ekki gengið sem skyldi. En nú held ég að við séum búin að vinna þessa vinnu sem að þarf til þessi rauninni að taka næstu skref í þessu og við munum gera það hvort sem við gerum það í góðri samvinnu sem ég treysti á verði eða með einhverjum öðrum hætti. En ég legg áherslu að við munum klára þá vinnu. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Viltu bara sleppa það? Já. Það tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég þykir nú alveg með eindæmi þessi einföldun að halda því fram að formaður bæjarráðs sé eingöngu hér uppi til að lesa upp fjárhagsáætlun ársins. Þegar hann hefur verið á kafi í því í fleiri daga að stýra og halda utan einhverja vinnu sem að þessu snýr. Ég skil ekki þennan málflutning, bara fyrirgefðu Guðmundur Baldvin. Og ég stendi það sem ég sagði áðan, varðandi hlutverkaskiptinguna, varðandi þetta verkefni. Og með því er ég ekki að gera lítið úr störfum bæjarstjóra. Það eru aðrir sem eru að gera það með því að taka verkefnin úr hans höndum og held að hafi nú bara komið skýrt fram á ákveðnum fundum með fyrrverandi bæjarstjóra að sá var ekki sáttur. Þá langar mér líka til að benda á það
Jú, það eru komnar fram áætlanir uppbyggingu skólamannvirkja og íþróttamannvirkja. Og það alveg augljóst að bæjarfulltrúi Hilda Jana þekkti ekki til vinnuna sem lá fyrir árið 2014. Bara benda á það. Það lá fyrir líka greinagerð og það var í tíð eins flokks meirihluta sem var L-listinn á þeim tíma sem að það var unnið. Og þess vegna kom manni ofboðslega spánst fyrir sjónir að L-listinn skildi ekki fylgja þessu máli eftir í næsta kjörtímabili. En þá kom alltaf þessi svör þegar maður spyr L-listanum ábyrgð hans á verkum fyrir kjörtímabila, já, það var ekki ég, það var einhver annar sem satt þá. En auðvitað er það listinn sem er ábyrgur fyrir því sem er að gerast hérna og annar staðar. Málið er bara einfaldlega það að, jú, metnaður í þessari uppbyggingu, við erum loksins að fara að sjá leikskólan rísa við Glerárskóla, reyndar á Kolröngustað miklu dýrari en ætlað var. Árið 2021, leikskóli sem átti að rísa 2018. Svo er uppi hugmyndi núna það að fara tjastla í Lundarsel fyrir einhverju 150 milljónir í stað þess að bara klippa þann leikskóla út og byggja nýjan vegna þess að tjastlíjan, það mun bara ekki skila neinu. Svo skulum við muna það líka að frá 2010 til ársins í ár þá er börnum á leikskólaaldri fækkað ríflega 200. Ríflega 200. Sem þýðir hvað? Það er bara einn leikskóli farinn, stór leikskóli. Og við horfum fram á það að næstu 5 árum hérna, öllu óbreyttu, að þá verði fækkun í grunnskólanum við ríflega 200 nemendur. Hefur þetta ekki áhrif? Jú, þetta einfaldar dálítið verkið sem átti að vera löngu búið að vinna. Því að núna þá stöndum við frammi fyrir því að nágranna sveitarfélögin bjóða hér lóðir á spottprís. Hverjir flytja þangað? Jú, leikskólarnir eru fullir, öllum sveitarfélögum. Við erum að byggja við, af hverju? Af því að yngra fólki er bara að flytja úr bænum. Er þetta það sem við viljum sjá gerast? Nei. Eða allan ekki ég og ekki við hérna mér á hægri hönd. Mér finnst þetta galið. Og þetta er bara eitthvað sem við verðum að fara að taka á. Fjárhagsáætlun að taka á þessu, en fjárhagsáætlun gerir ekki neitt á meðan við erum alltaf í þessu limbói af því að við höfum ekki stjórn á hlutum. Og jú, lífeyrisskuldbindingarnar hafa hækkað mikið. Hvað þýðir það? Það þýðir einfaldlega það að við þurfum að taka til eða fara að leggja á einhver innviðagjöld á lóðir sem að gengur ekki eins og önnur sveitarfélög að gera. En ég líka frábið með það að vera að bera okkur sama við önnur sveitarfélög með það hvernig við vinnum fjárhagsáætlun. Við erum bara að hafa metnað til að standa vel að þessari vinnu sjálf. Algjörlega. Takk. Það er bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason, lokið málsins, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það sem ég langaði til að segja sem að datt einhvern veginn alveg úr mér hérna áðan var sem sagt þessi umræða hérna fjárhagsáætlunargerðina og hvernig hún fer fram í nefndum og hvernig það síðan speglast inn í umræðinu bæjarráð og akkurat núna erum við með og það liggur hérna fyrir fundinu greinagerðir frá hverju einu sviði fjárhagsáætlunina og maður er að tala eitthvað út frá því og það er bara strax borið tilbaka. Þetta er líka pínu þessi vinnubrögð. Það að við séum núna komin í fyrri umræðu í bæjarstjórn og það sé nú þegar búið að samþykja hluti í nefndum sem að við vitum ekki einu sinni að ásíðan ekki að gera. Og það er bara þetta, það er þetta upplýsingaflæði sem er bara ekki nógu gott, við vitum ekkert nákvæmlega hvaða þeim aðgerðu sem að hugsanlega voru lagðar til verða að raunveruleika eða ekki, að við höfum ekkert yfirlit nema þá eitthvað greinilega útrunnið. Þannig að það var bara það sem ég vildi koma í þetta, mér finnst þetta ekki alveg ásættanlegt.
og bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir loki málsins. Ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórn og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar til þess að þakka formanni bæjarráðs fyrir sína yfirferð og sína stjórn á þessu ferli. Það komið hérna tölur gagnrýni á það. Þá vil ég bara nefna það hér að Guðmundur Baldvin hefur verið vakinn og sofinn yfir þessu ferli sem hans starf sem formaður bæjarráðs. Hann auðvitað vinnur þetta ekki með starfsmönnum, það gera fjármálastjóri og bæjarstjóri, en hann þarf auðvitað að vera sinna sínu hlutverki sem bæjarfulltrúi og formaður nefndar og þannig vinna allir formenn náið með sínum sviðsstjórum. Þannig að ég get ekki séð að það sé neitt við það að athuga og ég hef ekki fundið annað allavega í mínum samskiptum með þessum hópi en að samstarfi bara gangi ágætlega. Þetta er ekkert hvernig það hefur verið áður en það gengur bara glimrandi vel, hefur mér fundist. Við stóðum hérna í fyrra og fórum einmitt yfir fjárhagsáætlunarferlið og sagðum þá, já, ok, við getum gert betur. Og mér finnst við hafa gert betur. Við erum búin að taka hlutina fastari tökum, við fórum yfir hvern og einn málaflokk og tölum eins og bara alltaf að horfa til þess að vera ekki að sóa hvorki fjármunum, nýja tíma fólks, nýja og fermetrum. Þannig að gætu við einhvern veginn straumlunulaga reksturinn til þess að ná utanum það sem þannig halla sem hefur verið síðustu ár og stefnir í að verði næstu komandi ár, að við einhvern veginn svona náum að snúa í hægt og rólega við án þess að skerða beint þjónustuna. Auðvitað höfum við komið og við höfum verið að draga úr opnunartíma og eins og bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason kom inn á, það verður auðvitað til þess að breyta þjónustuna allavega. En þar var farið yfir hversu mikið þetta sótt og það mætir enginn, þá ekki allt í lagi að draga úr opnunartíma. Þetta var bara skynsamlegt. Í öllum rekstri hefði slíkar ákvarðanir verið teknar. Þannig að við erum ekki út á suðunir og bæjarfulltrúi Sóley Björk nefndi hérna áðan að annarkvort að bæti og draga síðan strax úr. Það er bara alls ekki þannig í mínum huga. Mér finnst ánægilegt hvernig við stefnan kemur skýrt fram auðvitað í fjárhagsáætlun, enda hún mjög stefnumótandi plagg í því að við erum að stefna hér á brúabilið. Við erum búin að láta vinna gríðarlega góða vinnu og það hefur verið þverpólitísk samstaða þá vinnu. Þannig að nú getum við bara hort á mismunandi 3 sviðsmyndir og sagt þetta gerum við hægt og rólega eftir getu sveitarfélagsins í það og það skiptið. Við höfum líka verið að vinna þessa áætlun uppbyggingu íþróttamannvirkja sem hefur verið í mörg ár og ég talaði bara því að ég var hérna á kjörtímabilinu 2010-14 verið svona hvað ég var að segja strituvaldandi þannig að það er allir að keppast einhvern veginn og berjast að komast að í uppbyggingu og það hefur verið á milli íþróttafélag og þetta hefur valdið bara svona tókstritu innan kerfis, innan sveitarfélagsins á milli íþróttafélag. Nú komin svona þokkaleg, allavega komin einhver vinna fram sem á eftir verið að fara að kynna hérna fyrir öllum íþróttafélagunum og í framhaldi öllum hérna ráðum, að einhver svona þokkaleg sátt það í hvaða röð við ætlum að gera þetta. Það gefur auðvitað vísbendingu eða sýnir hvað við erum búin að leggja mikla vinnu í þennan málaflokk sérstaklega, þar sem við erum búin að fara og gera samninga, rekstrasamninga við öll íþróttafélögin, þar sem við settum upp sérstaklega kríteríu sem allir gátu verið sáttið við og fólk núna, ég held við sem að skapa til framtíðar miklu meiri sátt málaflokkin og uppbyggingun í framhaldinu. Við höfum sagt og segjum það að við leggjum áherslu á forvarnir og sjálfs erum við ekki að fara að draga úr þannig að það komi niður á forvarnum einhvers staðar. Við viljum bara ekki vera að gera hlutina á mörgum stöðum, við viljum frekar efla það og gera það þá einu stað og hagræða jafnframt í rekstri. 10 ára áætlanir, það bara
mitt áhugamál einmitt og ég held að bara geta allir tekið undir það. Það rosalega gott að horfa fram í tíman og vera með einhverja sýn það hvernig þróunin gæti verið. Og ég fór á sínum tíma með ásamt ellistanum og því að hann segir að við svörum svo aldrei fyrir það sem hinir gera. Þá vil ég nú benda bæjarfulltrúa Gunnar Gísla sinni á að þannig einmitt svarar hann. Ég var ekki á þessum tíma. Þegar bendir á einhverja glóríur sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur tekið að sér. En ég get alveg sagt það að við höfum í meirihlutanum núna mikinn áhuga á að reyna að átta okkur á einmitt þessari framtíðarsýn og 10 ára plani og höfum verið að undirbyggja það með allir þessari vinnu, með mikilli og ötulli vinnu allra formanna og sviðstjóra. Og bara þeim til hrós erum við komið með miklu meiri, allavega þá þessi hópur, grunn, af því að það auðvitað alltaf þegar það kemur nýtt fólk að, þá tekur smá tíma að koma sér inn í hlutina. Þannig að ég hef fulla trú á því að við klárum þetta núna í framhaldinu, þessa vinnu, og vonandi í samstarfi við hérna. Þegar við gagnrýnt hérna áðan að ferli væri og upplýsingar lægi ekki fyrir, það komi hverju einasti sviðstjóri og formaður inn í bæjarráð til þess að fara yfir þær hagræðingartillögur sem að lagt var upp með í upphafi, hvað gekk eftir, hvað ekki, af því að auðvitað getum við haft hugmyndir að eitthvað við getum hagrætt án þess að svo þegar það skoðað nánar þá bara gengur það ekki eftir því miður eða kannski allt í lagi, þá þurfum við að hugsa aðra leiðir. Þannig að við vorum allavega þau sem sitja í bæjarráði sem eru nú meira meina þeir sem hafa komið inn upp fyrir hönd minni hlutans, vel upplýst, myndi ég segja. Og ég hef ekki heyrt á einhverja sérstaka tillögur og mér finnst bæjarfulltrúar stundum tala alveg í kross. Það annars vegar, reksturinn í halla og við verðum að taka á því. Hins vegar, við ætlum ekki að skera neins staðar niður og við ætlum að bæta í. Og hvernig ætlum við að bæta í? Það má ekki ráða fólk. Þetta bara fer ekki saman. Þessi málflutningur mjög ómálefnalegur að mínum mati og mér finnst þá bara minnihlutin eigi að koma með skýrar tillögur. Það hafa þið ekki gert. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það. Orðið laust. Næst til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vildi bara nefna þetta sérstaklega með Deigluna því að bæjarfulltrúi Sóley Björk kom inn á það aftur. Það hefur ekki verið tekin einn ákvörðun í stjórn Akureyrarstofu. Þetta bara mín prívat skoðun sem hefur breyst á því að þetta sé skynsamleg nálgun eftir að ég kynnti mér betur starfsemi gilfélagsins og þess sem að á sér staði Deiglunni og mikilvægi þess fyrir heildarsýnina í listagilinu. Þá hef ég horfið frá þeirri hugmynd með sjálfri mér. Það eitthvað sem að ráði þarf að ræða og þá hvernig við á að mæta því að ná ramma. Það ekkert víst að það verði samþykkt, ég ekki einráð þar, en það allavega mín skoðun núna sem að hefur breyst og sem betur fer hefur maður tækifæri til þess og þess vegna líka gott að hafa 2 umræður. Þannig að við getum viðrað það sem og breytt ef að skoðanir eða rök leiða það í ljós ástæða sér til. Það var bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég ákvað nú að koma í kjölfar ræðu bæjarfulltrúa Halli Bjarkar vegna þess að það nefnilega rosalega mikill munur að sitja í bæjarráði í fjárhagsáætlanagerð eða ekki og vera bæjarfulltrúi. Mín upplifun á þessari fjárhagsáætlanagerð núna að mér finnst við okkur vera að fara aftur heldur fram. Og ég heyri það á nefndarfólki í kringum mig að því finnst vinnubrögðin ekki vera nógu góð. Ég reyndi að verða að hrjósa
formanni Akureyrar-stofu. Ég var mjög ánægð hvernig hún taklaði hlutina í þeirri nefnd sem að ég sitt í, sérstaklega varðandi hagræðingarkröfurnar, og það var fyrst farið í það og skorið niður, og þar sem að bæjarfulltrúi Halla Björk nefndi það að við varum ekki komið tillögur hagræðingar, þá held ég að formaður geti nú alveg staðfest að ég ligg ekki að mínum skoðun varðandi hagræðingar þar inni. Þannig að við erum alveg að vinna okkar vinnu líka. En það eitthvað sem að við verðum að, ég held kannski hugsanlega þurfum bara aðeins að sittast niður og fara betur yfir hvernig við ætlum að gera þetta. Því eins og ég segi, þegar aðilar í minnihluta inn í bæjarráði en finnst þeir samt ekki vera með sýnina á hvernig þetta gert, þá eitthvað að, og ég held að það sé ekki bara þá eitthvað að þeim. Ég held að sé eitthvað í vinnuferlinu hjá okkur sem við þurfum bara að fara yfir og laga. Það líka margt vel gert. Við erum náttúrulega í minnihluta og við erum að benda á þá þætti sem að þarf að laga. Það okkar hlutverk. En það ég vil líka alveg hrósa þeim tillögum sem hafa komið fram varðandi framtíðar uppbygginga á leikskólamálum og líka íþróttamannvirkja. Mér samt rosalega skrítið að vera hér sé lögð fyrir fjárhagsáætlun þegar nýbúið að kynna þessa niðurstöður og það lagt til að þessi byggður ný leikskóli við Lundasel, eða við Lundaskóla. Síðan í fjárhagsáætlun þá komið inn á að það eigi að laga Lundasel. Mér finnst þetta pínu skrítið þegar ég nýbúin að setja þessa kynningu og ég spurði minn fulltrúa sem var í þessari nefnd sem að sagði það að það hefði verið hans upplifun í nefndinni að það ætti að byggja nýjan leikskóla. Þannig að mér finnst þau svona, þarna ég til dæmis svona rugluð, ég veit ekki hvert erum við að fara. Eins og bæjarfulltrúi Sóli Björk kom inn á með punktinn, verið að leggja niður eða á hann að starfa í einhverju mynd annar staðar. Ég sem bæjarfulltrúi hef ekki hugmynd það. Ég get ekki svaraði, ég heyri í umræðu að það eigi að halda með hann áfram á öðrum stað, en svo lesi í gögnum að það eigi að leggja niður. Það eru svona atriði sem við erum að tala að maður ekki átt að sjá hvert við erum að fara. Mér langar líka að spyrja að því að ég sé að uppbygging hjá Nökkva, talan þar hefur lækkað gríðarlega. Mér langar bara að vita hvort að sjópasaðstæðan þá farin út, hvort að hún sé hugsuð inn í þeirri tillögu, því ég er bara búin að heyra það sé hönnuðir farnir á stað að ég held, þannig ég mér langar að vita bara hvað þeim var uppálegt að gera. Mér langar líka aðeins bara að því nú hafa lengi verið umræðinni áframhaldandi skipulagsbreytingar hjá okkur. Starfsmenn hafa verið að spyrja mig út í það mál, það komið eitthvað óryggi upp og fólk finnst komið það bara, það alltaf vont þegar starfsmenn í óvissu. Þannig að við þurfum bara að fara að leggja spilin á borðið, hvað á að gera, ætlum við að fara í frekari skipulagsbreytingar eða ekki. Og þetta á fleiri en einum stað eða einu sviði innan kerfisins. Þannig ég var mjög hissa að það væri ekkert rætt það eða komið inn á það í þessari fjárhagsáætlun. Erum við þá að fara að bíða ári viðbót með einhverjar breytingar á því eða hvað? Auðvitað eins og með það alveg rétt það sem að formaður kemur inn á formaður bæjarins varðandi lífeyrisskuldbindingarnar. En samt sem áður, þá þær ekki að fara neitt. Og við erum eins og hann kom inn á, við erum komið uppsafnað tap á A-hluta upp á 2 milljarða síðan 2014. Þannig að það þýðir það bara að við þurfum að gera eitthvað. Þetta fer ekki neitt. Auðvitað finnst mér við komin smá að stað með þessum hagræðingar aðgerðum sem hafa verið leiða til núna, en ég held að við gerum okkur öll grein fyrir því að það í rauninni smá hluti af því sem við þurfum að gera til þess að bregðast við því að það stefnir náttúrulega bara í óefni ef við höldum svona áfram. Ég held ég láta þetta duga, Vili. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir lokið máli sem næst tekur til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að nefna nokkur atriði sem hafa komið fram og kannski þarnast smá skýringar. Í fyrsta lagi
umræða í umhverfis- og framkvæmdaráði, mannvirkjaráði framkvæmda áætlun til 4 ára. Ráðið nú þegar búið að fara tvisvar yfir áætlunina í heild sinni og bæjarfulltrúi Gunnar nefndi þetta samspil við bæjarráð og við fyrri umræðu okkar í umhverfis- og mannvirkjaráði notaði ég orðalagið að við værum að móta leirinn og fórum yfir þessa tillögu í heild sinni og fólk lýsti skoðunum sínum og hinum á þessum liðum en það var allan tíman ljóst að endanleg ákvörðun þessa áætlun tekin hér við afgreiðslu á áætlun ársins, þannig að umhverfis- og mannvirkjaráð hefur þetta heilmikið áætlunin að segja en hefur ekkert loka vald og svo verður þetta samspil við bæjarráð. Áætlunin kom aftur fyrir umhverfis- og mannvirkjaráð og þar var hún samþykkti ráðið hana fyrir sitt leyti og þetta ekki meira hægt að gera. En við vorum að móta leirinn þar, þá munum við svo loksins vonandi baka hann hérna í bæjarstjórn eftir nokkra vikur. Og mér langar líka aðeins að nefna út af þessari umræðu vinnubrögð að það hefur annars vegar verið kallað eftir að hafa opið og gagnsætt ferli og svo hins vegar gagnrýnt að það sé einhvers konar hringlandaháttur við undirbúning fjárhagsáætlunar. En ég held að það að hugmyndir komi fram og séu ræddar og taki svo breytingum, það sé kannski bara vísbendingum að við séum með opið og gagnsætt ferli, þannig að þetta ekki endilega slæmt. Ég held að við höfum frekar að líta það jákvæðum augum að meiri hlutin sé þá ekki að setja undir sig hausinn og keyra í gegn eitthvað ef að nánari umræða leiðir ljósa að það séu betri leiðir í boði. Varðandi Lundarsel að bæjarfulltrúi Gunnar lýsti þeirri skoðun að 150 milljóna endurbætur skiluðu engu með sirka því orðalagi. Þarna eru 90 börn og það byggja nýjan leikskóla yfir svoleiðis fríðan flokk myndi kosta 600 milljónir, það reynslutalan okkar frá Glerárskóla, ef svo áætlun stenst þá. Þannig að það verulegur munur á peningunum sem við erum að tala um. Og svo kannski einhvers konar millistig sem að væri að endurbyggja núverandi hús nánast frá grunni eins og gert var við eina álmu í Glerárskóla. Það myndi kosta væntanlega helming á að byggja nýtt. En sú álma í Glerárskóla eins og þeir vita sem hafa séðan að hún náttúrulega lítur út bara eins og ný. Og loks varðandi Nökkva, núna eru 150 milljónir á áætluninni. Við vorum búin að vera að vinna með áætlun sem var komin upp í 350 milljónir. Það var fyrir stórt hús, steinsteypt, mjög þungt. Maður þýddi meðal annars að það þurfti 30 milljón króna steypusúlur bara til að gera lóðina byggingarhæfa. En núna erum við þá að tala um léttara hús, miklu ódýrara, minna sem að nemur kannski, já það var orðað kaffihús sem búið að skera út úr teikningunum. En þannig að þetta orðið miklu léttara plan en það ekki farið að útfæra það svo að það hefur verið nein umræða að úthýsa sjósundi eða neitt slíkt, alls ekki. Takk. Bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið málsinn, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar nú hérna líkt og bæjarfulltrúa Halla að þakka bæjarfulltrúa og formanni bæjarráðs fyrir ágætis yfirferð hérna. Það nú eins og þannig að sem betur fyrir fáum við að halda ræðurnar okkar eftir okkar nefi og semja þær hvernig því sem við viljum, hvort sem það veki áhuga einstakra aðila hérna innan bæjarstjórnar eður ei. En mér langar svona aðeins þess að fara yfir fræðslumálin þá sérstaklega þar sem að þau snerta mig stórt sér á það sem ég formaður fræðsluráðs. En þetta stóra málið okkar á þessu kjörtímabili. Og þegar við tókum við stjórn bæjarins fyrir 1,5 ári bráðum síðan, þá ætlum við okkur stóra hluti í þessu málaflokki og meðal annars að brúa bil á milli fæðingarorlofs og leikskóla. Við settum á stað hóp núna í janúar þessu ári sem hafði það hlutverk að greina aðstæðurnar í bænum varðandi leikskólarými,
fjölda barna og hvernig uppbyggingu ætti að vera háttað næstu árin. Hópurinn skilaði sig núna á 5. daginn í síðustu viku og erum afar stolt af þessari vinnu. Þetta var þverfaglegur hópur ásamt starfsfólki fræðslusviðs sem að vann þessa skýrslu. En við kynningu á henni síðastli 5. var bæjarfulltrúar beðnir aðeins að halda þessu fyrir sig, þar sem að ýmsar tillögur voru þar uppi sem við eigum eftir að ræða og kynna fyrir stjórnendum og starfsfólki bæjarins. Þannig ég ætla ekki að fara nánar út í það hér, heldur vonast ég til þess að við getum farið bara ítarlega yfir þessa skýrslu þegar hún hefur verið farið í umræðu og umfjöllun og fengið athugasemdir frá starfsfólki bæjarins. En það sem við erum samt sem áður að gera líka og höfum gert er að inn í fjárhagsáætlun núna þessu ári var aukin niðurgreiðsla til foreldra sem að kom ekki börnunum sínum inn á leikskóla við 16 mánaða aldurinn. Og það við byrjum að greiða fyrstu greiðsla núna 1. október og er þetta mikill munur fyrir fjölskyldufólki inn í bænum. Það eru tillögur líka núna og rúmast innan ramma fjárhagsáætlunar fræðsluráðs að auk þess að greiða niður 8. tímann hjá dagforeldrum. Þannig að þarna er komin töluverður stuðningur við barnafjölskyldur í bænum og auki vægi til þess að styðja við dagforeldраkerfið og þær fjölskyldur sem að koma börnunum sínum ekki inn við tiltekinn aldur inn í leikskólana. En markmiðið er að koma inn 12 mánaða gömlum börnum vonandi haustið 2021 ef að klappið verða tilbúna þá sem við vissulega stefnum að og margt annað sem er í deglunni sem við ræðum þegar skýrslan kemur fram. Þar kemur meðal annars langtíma áætlun uppbyggingu leikskólamannvirkja í bænum. Það sem að gleður mig líka að sjá kannski í nýframkvæmda áætluninni er að við ætlum að halda áfram með endurbætur á Glerárskóla og að þegar nú tala ég að stóra mála okkar er skólamálin og fræðslumálin, þá erum við að setja 265 milljónir áætlun 2020 í Glerárskóla endurbætur. Svipuð upphæð 235 milljónir farið 2021 og 2023 eru aftur 235 milljónir. Þetta eru gríðarlegir fjármunir og ég ímynda mér það að skólinn verði sér nýr. Mér skildist á starfsfólki og stjórnendum skólans sem varu mjög ánægð með þessa framkvæmdir sem við erum að fara í. Eins er líka verið að setja fjármuni í leikskólan. Jú, það er alveg rétt hjá bæjarfulltrúa Gunnar Gíslasyni að framkvæmdir hafa tafist en við erum að vanda til verka. Og varðandi staðsetninguna þá er það mismunandi skilningur og á því hvar staðsetningin á að vera á leikskólanum en það er allavega búið að ákveða að setja hann þarna niður á þessum stað og hann er hannaður samhliða því. Það er líka sett inn fjármagn við Glerárskóla umferðaröryggismál og lóðina. Við erum að klára að skipta gervigras og sparkvöllum bæjarins. Það er sett inn fjármagn varðandi lóðina við Oddeyrarskóla. Það er verið að setja inn fjármagn varðandi hönnun Lundasels og uppbyggingu leikskólans. En þegar við skilum inn skýrslunni sem ég ræddi hérna áðan, þá var búið að samþykkja nýframkvæmdaáætlun og væntanlega munum við ræða hana í tengslu við uppbyggingu íþróttamannvirkja og varðandi brúum bili skýrsluna núna á milli umræða. Og þessi nýframkvæmdaáætlun hún tekur oft á tíðum breytingum og það verður líka að hafa sveigjanleika í svona stórum málum. Varðandi síðuskóla þá að vera að gera fyrir fjármagn þar í eldhúsin og lóðina, króaból, leiktæki á lóð og svo bifreiðastæði og umferðaröryggismál varðandi Giljaskóla sem er brýnt verkefni. Þetta er allt virkilega stór mál og við erum að setja þetta allt inn í menntamálin. En svona aðeins þess að koma að fjármálunum, þá einsettum við okkur það að horfa á lífskjarasamninginn og hafa 2,5% hækkun á gjaldskrám, þó svo víða hefðum við þurft að hafa hærri gjaldskrám. Ég sit sem stjórnarformaður Norðurorku og þar erum við að ráðast í gríðarlega stóra framkvæmdir. Við erum að leggja Hjaltærlögnina í hitaveitunni sem að margir bæjarbúar hafa væntanlega orðið vari við í ár og í fyrra sem að hefur áhrif á rekstur Norðurorku. Það sama er að við erum að byggja nýtt fráveituhús og við hefum alveg gjarnan vilja geta séð þetta líka í hækkun á gjaldskrá en við erum að fylgja þessu eftir og þetta hefur áhrif á heildarsummuna. Þannig að við þurfum kannski að horfa á heildarmyndina af því það er mjög auðvelt að sitja út í horninu og gagnrýna hlutina. En varðandi það að börnum sé að fækka og þetta sé nú bara ekkert mála að koma öllum þessum börnum inn í leikskóla, þá verðum við líka að horfa á það að það er ekki bara að gerast hér á Akureyri að fæðingatíðni sé að lækka, heldur er það bara innan allra OECD-landana, það er allir að glíma við þetta. En vonandi með þessum framkvæmdum og þessum áætlunum sem við erum að leggja fram hér, mun okkur fjölga og við munum fá barnafjölskyldur hérna inn í bæinn. En eins og bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason veit væntanlega þá er eitt rými í leikskóla ekki endilega sama og eitt barn því að við erum auðvitað
að taka inn færri börn og hvert starfsmann því yngri sem þau eru. En ég ætla að láta þetta duga í bili. Takk hérlega fyrir. Og bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Varðandi það að vita ekki nákvæmlega hvernig hlutirnir ganga fyrir sig. Þá ætla ég að draga hérna fram minnisblað eða blað þar sem var lagt fyrir yfirlit hagræðingarkröfur eða hagræðingar. Þetta var lagt fram í bæjarráði þar síðustu viku, ekki í síðustu viku. Bent á það í síðustu viku að þetta væri þar. Þar kemur fram að tillögur að niðurskurði sem ekki hafi verið færðar í áætlun 2020 séu 100 milljónir í umhverfis- og mannvirkjaráði, 29,6 milljónir tæpar í skipulagsráði eða sviði. Nú man ég ekki til þess að þetta hafi rætt sérstaklega umhverfis- og mannvirkjaráði þegar ég satt þar, ekki þessar tillögur. Og þær hafa þá ekki verið lagðar fyrir ráðið að komið þar inn og það hefur hvergi komið skýrt fram að þessar tillögur sem komnar inn. Ég ætla hins vegar kannski ekki ráð fyrir að svo sé, ég er bara ekki viss. Og þess vegna svara ég svona og bendi á þetta. Og ég veit ekki til þess að þetta hafi verið rætt í skipulagsráði heldur. Það hef ég eftir fulltrúa þar. Þannig að ég átta mig ekki alveg á því þetta er bara svona dæmið það sem mér finnst ekki boðlegt. Mér finnst þetta bara ekki boðlegt. Og eins og ég nefndi hérna upphafi, mér finnst það ekki boðlegt að við séum að fara hérna í þá umræðu sem í raun og veru skiptir máli fjárhagsáætlun, sem er fyrri umræðin, vegna þess að seinni umræðin er bara japl, jaml og fuður og svo er bara samþykkt, það er ekki þetta breyta neinu þá. Þannig að þetta er alvöru umræðin. Þess vegna var lögð áhersla á það að við værum að fá í hendurnar greinagerðina og áætlunina fyrr og hefðum þetta til þess að rýna lengur en hálfan dag. Flest okkar eru líka í annarri vinnu og bara hafa ekki tök á því að taka heila vinnudagi þetta. Þetta er gagnrýnivert. Það bara verður eitt hort framhjá því. Svo aðeins varðandi gegnsæja og opna umræðu. Umræða sem byggir á því að láta sér detta eitthvað í hug í sambandi við framkvæmdir án þess að það sé lögð fram einhver plön, hún er góð út af fyrir sig. Og þá koma fram einhverju hugmyndir, síðan er framkvæmdaáætlun tekin eins og virðist það verið gert núna og formaður bara vinnur ákveðna tillögu. Ég kannast ekki við að þessi atriði hafi öll verið í þessari umræðu sem ég tók þátt í umhverfis- og mannvirkjaráði sem átti að vera opinn og gegnsæ. Og þetta er bara lagt fyrir bæjarráð eftir að meirihlutin er búin að hantera þetta aðeins til. Þetta er ekki gegnsætt og opið. Það er miklu nær að velta því þá upp hvað er verið að tala um. Í fyrsta lagi við erum að tala um Lundarsel, bara sín dæmi. Við skulum aðeins huga börnum og búa til umhverfi fyrir börnum. Það er talað 90 rými þarna, en það er verið að tala um það að það er að halda þá þessu gamla húsi og þá ætla menn að halda flúðum líka. Þannig að það að byggja nýja skóla, nýja leikskóla þarna á þessu svæði, það bæði er þetta fjölga rýmum, það er þetta sameina skóla undir eitt þak sem er augljós hagræðing, augljós. Og það er þetta að gera ýmislegt til að hagræða betur og það gefur okkur til lengri tíma bara hagræðingunni reksturinn sem okkur veitir ekki af. Og svo bara aðeins hérna varðandi þessa reksturinn og áætlanagerðin og allt það. Ég hef ekki orðið var við það að við séum að heimta það að bæta einhverju við. Við erum að leggja til að þetta sé hort á allir með skipulegum hættum er haldi í við aukningu stöðugilda. Ef maður þurfa að auka stöðugildi einhvers staðar, þá verður maður bara að taka einhvers staðar út á móti. Það er bara þannig. Það er búið að lýsa því á fjármálaráðstefnu að Akureyrarbær, hann er bara ekki að verða sjálfbær rekstrareining.
Það er bara alvarlegt mál. Við erum það ekki miðað við þær tölur sem við erum að horfa á. Og svo hefur verið að, sko, þegar ársreikningar eru kynntir, þá er oft verið að kynna, já, það var afgangur rekstri Akureyrarbæjar upp á 300-400 milljónir. Býtu við, hvað erum við að tala um? Jú, það er afgangur sem verður af Norðurorku og Höfninni sem myndar en afgang, en það er alltaf halli á allutan. Þannig ég held að menn ætti bara að fara að tala íslensku og tala rekstur Akureyrarbæjar. Það er bara það sem við þurfum að gera. Við þurfum að takast á við þetta verkefni. Og það verður ekki gert nema í gegnsærri, opinni umræðu með langtíma sjónarmið fyrir fram að sér. Það var bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sinu og orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, stundum veit ég ekki alveg hvernig við erum að fara að koma hlutunum til skila og hvað við erum að, þegar við erum að ræða hlutina í bæjarráði, eins og til dæmis þegar við ræddum þennan lista sem að kom frá ráðum og nefndum og þá vorum við meðal annars að taka fyrir þessa hluti sem að snéru að umhverfis- og mannvirkjaráði og við vorum að ræða það hvað við þurftum að taka inn og sleppa þarna inni í þessari. Þannig ég held að allum bæjarfulltrúum sem sátu á bæjarráðsfundi hefði verið að ljóst en það kann vel vera að við höfum ekki gert það nógu skýrt en við þessar hagræðingarkröfur sem þarna voru frá umhverfis- og mannvirkjaráði voru að mestu leyti teknar inn í þetta allt saman, inn í fjárhagsáætlunina. En hins vegar er það þannig að við svo sem mér langar bara kannski aðeins að bregðast við því sem bæjarfulltrúi Gunnar talaði um sko, og honum fannst eiginlega bara miður eða hann talaði þannig að það væri ekki nógu gott ef ég var að vinna fyrir kaupinu mínu sem formaður bæjarráðs. Ég fór sem að það kannski væri bara þægilegast fyrir mig sem formaður bæjarráðs að þiggja sérstaklega greiðslu fyrir það að vera formaður bæjarráðs og setja bara lappirnar upp á borð og láta hlutina ganga. Auðvitað er það þannig að þegar ég er formaður bæjarráðs þá er ég líka formaður stjórnsýsluráðs og við erum þá náttúrulega að taka sem er búið að leggja niður stjórnsýsluráðið en þá erum við alltaf að taka þátt í vinnunni sem formaður ráðsins og bæjarráðs. Og það er nú bara þannig að ég á sjálfsögðu fundi með sviðstjóra fjársýslusvið sem ég get alveg huggað Gunnar bæjarfulltrúa með því að við Ásthildur höfum fundað eiginlega á hverjum einasta degi núna í mjög langan tíma, hittumst og ég bara verð að segja alveg svo að ég held að það sé mikið lán fyrir bæjarfélag að hafa fengið manneskju eins og Ásthildi sem bæjarstjóra sem hefur mjög góða tilfinningu fyrir rekstri, hún er fljót að átta sig á hlutum, hún svífur strax í málin með sínu starfsfólki og ég held að við höfum að sjá bara í framtíðinni að þetta hefur verið happa ráðning fyrir okkur. Ég mun samt halda áfram að sinna starfið mínu sem formaður bæjarráðs. Fyrir það fæ ég borgað og það væri asnald ef ég bara hallaði mér aftur bak í sætunu og leti sem ég þyrfti ekki að gera neitt. Það finnst mér voðalega skrítið að menn eru að tala á þessum nótum. Mér langar aðeins af því að bæjarfulltrúi Gunnar kom hérna inn á, hann var að velta fyrir sig hvernig var þetta að hækka tekjur og það er eitt af því sem við erum líka til að mynda. Við erum að bera okkur gjarnan sama við sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu af því að við erum með mörg svona svipuð mál eins og þessi stóru sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu og hann kom akkúrat inn á orðið innviðagjald sem er nú komið nýtt hjá Reykjavíkurborg en það er náttúrulega til eitthvað sem heitir að selja byggingarétt og byggingarleyfisgjöld sem að sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu er öll að innheimta, eitthvað sem að við höfum ekki farið út í, við ætlum þó að gera reyna tilraun með eina blokk í Skarðshlíðinni sem er ekki komið neitt á stað með. En þetta er svona aðeins eitt af því sem að skekkir mjög samkeppnishæfni okkar þegar við erum að tala rekstur sveitarfélags. Það er það að það er kannski menn eru að borga 3-4 milljónir í byggingarleyfisgjöld á blokkaríbúðum á 100 fermetra á höfuðborgarsvæðinu
á meðan að við erum í rauninni ekki í færum til þess að fara í þetta. Og þá erum við akkúrat í samkeppni við sveitafélög hér í kringum okkur. Það sem gerist aftur móti á höfuðborgarsvæðinu, það eru bara allir í sama pakkanum. Það eru allir með einhverjum hætti að innheimta byggingarleyfisgjöld og það var oft ekki furðu mín að stéttarfélög og lífi sem er að berjast fyrir betri kjörum og bæja síns fólks, að það skulle ekki benda á þetta vegna að þetta náttúrulega hleypir upp byggingaverði, bæði byggingarleyfisgjöld og innviðagjöld, en hins vegar segja menn svo á móti. Þetta er fínt að þetta sé verið að rukka þetta, þess að þetta náttúrulega gerir það verkum að það er að veita þjónustuna. Þannig að þetta er pínu skökk samkeppni. Við erum að vandræðast með þetta, þannig að þetta er eitt af þessum sem við erum alltaf að kljást við. Ég held sem ára af því að það er verið að tala um það, ég minni að bæjarfulltrúi Eva koma, við varum með, það væri ekki nógu góðum málum hjá okkur og við erum að vanda okkur. Það er alveg rétt að auðvitað þurfum alltaf að vanda okkur í rekstri og afkoma 6 mánaðanna var kannski undir væntingum. Hins vegar er það þannig að við höfum verið að bæta reksturinn á liðnum árum, við höfum verið að auka veltufjár á rekstri, hlutfall veltufjár á rekstri á tekjum hefur verið ásættanlegt. Við erum alltaf að tala um þessi 7,5% og við höfum náð því alveg á síðustu árum að undanskildu árinu 2015 sem var mjög erfitt. Þannig að það er ýmislegt svona, við höfum líka verið að lækka skuldahlutfallið, vissulega kom það þannig að við fengum á okkur lífeyrisskuldbindingarnar eins og allir aðrir og þurftum að taka lán upp á 3 milljarð. Það skipti auðvitað máli í heildarskuldatölun okkar og skuldahlutfallið okkar er að hækka eins og sést í greinargerðinni. Já, þá komið í 120% í árslok 2020. Það er náttúrulega eitthvað sem að skal ég segja ykkur, já, það hefur hækkað, en hins vegar ef við horfum til þess að þessa skuldaviðmið sem er sett á vegum opinberra aðila, þá erum við í 80%, þannig við erum vel undir því viðmiði sem að stjórnvöld hafa sett. Við erum líka þannig í stakk búin eftir núna, myndi ég segja, mjög langan tíma þar sem við höfum verið gætt aðhalds í uppbyggingu. Frá árinu 2010 hefur það verið þannig að það hefur verið dregið úr framkvæmdu. Við höfum í rauninni, skal ég segja ykkur, já svona kannski, já hugsanlega mátt framkvæma meira, en við höfum samt sem að halda okkur höndum og það er kannski sker sig úr árið 2012 og síðan núna 2018 sem að þannig að við erum aðeins að bæta í, en 2012 þá var verið að byggja hjúkrunarheimili út í Lögmannshlíð, en svona við höfum verið að fjárfesta minnað, þannig að við okkur hefur í rauninni tekist að snúa þessu svona í þessa átt. Núna erum við mótið að sjá fram á tækifæri og ég heldum að það sé líka gott í því efnahagsástandi sem er að verða, þar að segja það er að draga úr þenslunni, þá sé rétt að fara í framkvæmdir. Það er bæði líka vegna þess að við erum líka að sjá vaxtastig lágt. Við sjáum þetta tækifæri til þess að fara í framkvæmdir sem eru mikilvægar fyrir okkur. Við erum að byggja upp leikskóla. Við ætlum að fara í endurnýjun á grunnskólum sem er mikilvægir. Það eru 2 skólar sem þurfa klárlega á því að halda bæði Glerárskóli og Lundarskóli og við ætlum aðeins að reyna að sjá hvernig við getum látið það einhvern svona víxlverkast á næstu árum. Það held ég sé mjög mikilvægt. Þannig að við erum að sjá svona fram á hluti sem við séum að gera og kannski bara pínlítið ergelsi minnhlutans á því og kannski kristallast í þeirra ræðu og þeirra bókun hér áðan. Kannski eru þau bara pínlítið pirrað okkur er bara að ganga vel í þessu samstarfi. Við erum að gera góða hluti og erum með flott fólk í okkur samstarfi. Þannig að kannski er það ástæðan. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið málsins, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason og ég gleymdi að taka það fram hérna áður en umræðurnar hófust að við fáum að fara upp eins og við viljum undir þessum lið. Þetta er svona mikilvægasta umræða ársins, þannig að það verður engin takmark á því. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Bæjarfulltrúi Guðmundur, ég átti nú ekki vona því að þú færir einhvern svona persónuleg mál. Ég held að við hefum verið mjög málefnaleg í okkar málflutningi hérna. Þetta kemur ekkert einhverju svona við eins og þú ert að leggja upp með í lokræðina hérna áðan. Mér finnst þetta frekar lágkúrulegt. Og ég ætla að benda þér á það að gagnrýni mín er á formann bæjarráðs og það hvernig hann hefur tekið sér stöðu í fjárhagsáætlunarferlinu og ef það hefur orðið einhver breyting á því þá er það bara þannig en að vera ætla okkur að vera í einhverju öfundarkasti út af einhverju finnst mér bara alveg hlægilegt. Og málið er bara einfaldlega það eru mjög skýra reglur það hvernig okkur ber að hafa okkur. Það er enginn að tala það að þú sért ekki að vinna fyrir laununum þín. Það er hins vegar
geta menn rætt að hvernig formenn bæjarráðs vinna fyrir laununum sínum forsetið einhver annar. Það má alveg ræða það, á þess að blanda persónum inn í þetta. Og það það sem að máli snýst hérna, það formgerðin í þessu, það ferlið sem að við erum að gagnrýna hérna, vegna þess að það er ekki gegnsætt, það er ekki opið, það er ekki skilvirkt og fyrir vikið að þá erum við bara dálítið að sumu leyti eins og þeir sem ekki að setja alla þessa umræðu pínlítið bara út á þykju. Og ég náttúrulega bara drullu fúll, ég ætla bara að orða það þannig, vegna þess að í raun og veru fór ég með tóma tjöru á fundi í gær af því að með röng gögn, daginn fyrir fund. Og svo skulum við tala veltufjár hlutfallið. Af því að við erum að velta fyrir okkur hérna því hvað lífeyrisskuldbindingarnir eru íþyngjandi. Heilar 830 milljónir. Þegar þessar 830 milljónir eru komnar inn í veltufé, þá hækkar veltufjár hlutfallið allt í einu helming. Það nú dálítið þversögn í þessu, í sjálfu sér, vegna þess að það þýðir þá bara einfaldlega það að eftir því lífeyrisskuldbindingarnar áætlaðar meiri, þeim mun hærra verður veltufjár hlutfallið. Við erum ekki í smá blekkingaleik hérna, eða það ekki? Nú bara átt okkur á þessu. Takk. Það var bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég átta mig ekki alveg á því að bæjarfulltrúi Gunnar myndist á það að til lok ef ég farið í einhverja persónulegar árásir. Ég sagði að það skýrði kannski ergelsi minnihlutans. Ég sagði ekki við, og ef það er orðið persónulegt þá er ég ekki alveg að fatta það. Hann kannski bara tekur allt til sína því að, en ég sagði bara svona að þetta væri kannski skýra ergelsi minnihlutans á því að okkur gengi vel að starfa saman í meirihlutanum. En hvað það, vissulega er það rétt sem Gunnar segir, ég er ekki að tala veltuféð, sem sagt, þegar við tölum veltuféð þá verðum við alltaf að gera bara eins og aðrir, verðbætur og áfallar lífeyrisskuldbindingar sem eru til greiðslu í framtíð hafa ekki áhrif á veltuféð og rekstri. Hins vegar er í rauninni greiðslan á lífeyrisskuldbindingunni innan ársins, hún er farið út í gegnum handbært fé. Mætti kannski segja það ég er ekki alveg áttað mikið á því af hverju menn væri með þetta ekki nettó í veltufénu. Tækju þetta út í handbæru fé það sem er greitt, en skýringarnar er svo að það sem er verið að gjaldfara innan ársins, gjaldfara í þessari lífeyrisskuldbindingu, það eru áfallar, það er sem verið að gjaldfara það sem er áfallið, það sem kemur til greiðslu síðar. Og þetta er nú bara svona í reikningsskila reglunum. Það er einhvað síður þannig að það er alveg rétt sem bæjarfulltrúi Gunnar segir að það var vitleysa hvað þetta varðaði í reikningunum í gær. Það er að segja að þessi lífeyrisskuldbinding var ekki færð rétt í eða sett í sjóðstreyminu. Það var lagfært. Ég trúi nú ekki að fundurinn hafi farið upp nám vegna þess að það voru ekki aðra tölur sem breyttust í þessari yfirferð. En alltaf það er alltaf aldrei gott að hafa ekki alveg rétta tölur, en hins vegar var rekstrarniðurstaðan og þetta hafði engin áhrif á aðrar tölur heldur en þá þessa. Það er að segja veltuféð, það breyttist að vísu aðeins efnahagsreikningurinn, en það var bara til hins betra. Þannig að eða veltufjár, má segja handbært fé frá rekstri er meira heldur en gert var ráð fyrir fyrri útgáfu, ef maður rétt, og það þýðir leiði kannski til þess að það er ekki ástæða til kannski að fara í jafn mikla skuldsetningu eins og langtíma skuldsetningu eins og gert verið ráð fyrir í sjóðstreyminu, sem kannski er rétt að skoða á milli umræðina, og eins og ég benti líka á áðan að þá heldur sér rétt að skoða líka á, við erum að bíða eftir því að fá staðfestingu frá Bjarna Guðmundssyni, tryggingastarfræðingi lífeyrissjóðsins, hvort að þessi tala er nokkuð út úr korti hjá okkur og vonandi fáum við það, eða ég reikna með að við fáum það og þá kemur það í ljós hvort við þurfum að breyta henni eitthvað.
En ég byrst afsökunar ef að þetta hefur eitthvað verið persónulegt þannig sem ég sagði það, það var alls ekki þannig. Ég var bara að benda á þetta mér finnst þetta kannski kristallast í ræðum minnihlutans og þeirri bókun sem lagt var fram og það lagði minnihlutu allu fram ekki einn bæjarfulltrúi. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máls sinn. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég held að hljóta að fara svona líða lokum í þessum umræðum, en mér langaði að koma bara upp og þakka fyrir þær umræður sem hafa átt sér stað. Ég held að við ættum kannski að minna okkur öll á það að við erum auðvitað í meirihluta og í minnihluta og við eigum auðvitað, við fagna því að fá aðhald og fá gagnrýni og sérstaklega vil ég nefna að mér fannst mjög gott að hlusta á Eva Hrund bæjarfulltrúi að koma bara með nokkrar svona ábendingar sem við getum þá tekið til okkar og ef að gögn eru ekki að berast í réttum tíma þá sjálfsögum við að taka það til okkar á sama tíma og við leggjum fram okkar mál. Ég held nefnilega að það sem bæjarfulltrúi Eva nefndi samstarfið að minnstakosti inn í stjórn Akureyrar og það sem ég hef heyrt innan úr öðrum ráðum og nefndum, þá eru við þvert á flokka að vinna ótrúlega þétt inn í nefndunum og auðvitað alltaf hægt að gera gott enn betra og við eigum að stefna þangað vegna þess að þegar öll eru á botninn hvolft þá snýst þetta að við leggjum að öll okkar af mörkum við að gera þetta bæjarfélag enn betra en það og það dálítið stórkostlegt og ég mjög stolt af þessari forgangsröðun að fræðslumálin séu í forgrunnu. Ég held að fjárhagsáætlun sýni það sannarlega og auðvitað eigum við að taka það til okkur ef það eitthvað sem getum gert betur og hlusta á það og þess vegna þakka ég fyrir líka gagnrýna umræðu en við líka þakka auðvitað sérstaklega bæjarfulltrúa Guðmundi Baldvini fyrir sitt framlag og sína vinnu sem formaður bæjarráðs. Það mín reynsla af þessum tíma að ég held að við séum einstaklega heppin að hafa formann bæjarráðs sem að vakin og sofin yfir fjárhag bæjarins, bæði með aðhaldi rekstri en líka framsýn í að vilja sækja fram og þar get ég ekki betur séð en að samstarf síðan bæjarstjóra okkar og formanns bæjarráðs sé gríðarlega gott og þakklátt fyrir hennar störf sem ég veit að hafa verið mikil undanfarna daga og auðvitað Dan sem situr hérna í salnum fjármálastjóra. Þetta eru margir sem koma að svona verkefni að koma einni fjárhagsáætlun saman og það getur verið eitt skref til hægri og vinstri í ferlinu og ég held að jafnvel þó að það megi auka enn meira á gagnsæi þá held ég að ef eitthvað hefur komið mér óvart þá það hversu gagnsætt það og hversu lítið verið einhvern veginn að pukrast með einhver mál sem að minnihlutin má ekki vita og einhver svona leikir finnst mér alls ekki vera raunveruleikin í mínu umhverfi. En það alveg rétt að stundum verið að segja ættum við að prófa að spara hér og svo nei það ekki góð hugmynd, gerum þetta. Þá getur það virkað á einhverja sem hringlanda en ég tek undir með bæjarfulltrúa og andra, það líka eðli gagnsæisins. Ef við ætlum að vera saman þá erum við líka að viðra skoðanir, hætta við og breyta og við erum öll svolítið upplýst það. Hin leiðin auðvitað að meirihlutin taki sig saman, ákveði eitthvað og kynni það bara þegar allt ferlið og samskiptin eiga sér stað. Það ekki raunveruleikin hjá okkur og fyrir það í þessum meirihluta ég stolt af vegna þess að við erum hérna mun fleiri hæfileikaríkt fólk þar sem að við getum bæði hér í bæjarstjórn, bæjarráð og öllum nefndum og auðvitað ekki síst og eiginlega allra fyrst starfsmenn og embættismenn bæjarins og þetta alveg gríðarlega mikil og samskipti sem eiga sér stað og samskipti kannski það lungnasta og erfiðasta og flóknasta í bara nútíma samfélagi og auðvitað eiga allir að geta bætt sig í þeim og við eigum að horfa í spegil en ég held samt í alvörunni að við séum að gera svolítið vel og við séum að forgangsraða með hag þessa bæjar og framtíð þess í húfi bæði rekstur og forgangsröðum þá fyrir börn og ungmenni í gegnum grunnskóla og fræðslukerfið og við eigum að halda áfram og ég vona að við förum ekki út í þessa algjöru skiptingu meiri og minni hluti sem ætlar að hittast á bæjarstjórnarfundi og bara einhvern veginn fara að benda hvort á annað heldur við höldum verndarhendi utan þetta samstarf og munum af hverju við erum hérna. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sinni, orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar nú bara aðeins, það búið að fara mikið tölur og dót sem ég hef ekki á að rifja mikið upp. Mér langar frekar að segja ykkur aðeins bara upplifu minni af meirihluta og minnihluta og setjum inn í bæjarráði. Svo þið kannski áttu ykkur aðeins á svona nýgræðingi í þessu. Ég gerir mig alveg grein fyrir því að meirihluti siti sofandi og vakandi yfir öllum málum í bænum og ég held að minnihlutin sé líka að huga þeim og allir hér inni held ég að vilji bænum okkar vel. Auðvitað situr meirihluti yfir þessu og veit miklu meira málin en við. Ég held að það hljóti bara vera eins að þeir móta stefnuna og þurfa að vinna þessa vinnu og reyna að upplýsa okkur einhverju leyti þetta, svona allavega því leyti sem þeir vilja að við vitum. Og ég ekkert að segja að við fáum ekki að vita neitt. Við fáum að vita töluvert og ég skil bæjarfulltrúa Evu mjög vel að hún sé ósátt við að sitja ekki í bæjarráði því að ég fór bara að hugsa það sjálfur að ég sæti ekki þar og vissi ég ekki neitt í dag bara ekkert. Og ég ætla nú ekki að vera ósækjandi í þessu, ég held að við fáum nú að vita ýmislegt og að því að ég sit nú í bæjarráði þá finnst mér nú yfirleitt hlutinni vera þannig að ef að minnihlutin ósáttur við eitthvað þar, þá málið yfirleitt ekki afgreitt í óþökkans. Það reynt að finna lausn á málinu. Það allavega mín upplifun. Stundum þó kemur fyrir að maður látið mig vita að það á að gera málið í gegn nokkur neginn, þó að maður hafi kannski aðra skoðun og þá það bara þannig. Það lítið því að segja. En í flestum tilvikum það þannig að við fáum að koma okkar skoðunum fram og það tekið tillit til þeirra finnst mér yfirleitt. Þannig að ég held að það sé ekki hægt að tala einhverja öfund fyrirgeðu Guðmundur Baldvin, bæjarfulltrúi. Ég held að það sé alls ekki til staðar hjá okkur. Ég held að við viljum öll þessum bæ vel og viljum alveg að ykkur gangi vel. Það annað væri eiginlega bara fáránlegt. En þetta nú bara þannig að það get ekki allir ráðið og við sitjum bara í þeirri stöðu að ráða ekki og verðum bara að sætta okkur við það. Og ég held að bænum sé ekkert illa stjórna. Ég held að það sé mjög erfitt að stýra svona bæ og þið eru ekkert öfundsverð af því að vera í meirihluta oft á tíðum. En ég held samt sem áður að kannski þessi vinna, þessi blessaða fjárhagsvinna sem í gangi núna, að kannski mætti hleypa okkur aðeins nærinni. Ég held að hún yrði svona meiri sátt hana ef við kæmum aðeins nærinni. Ekki bara leggja það fyrir okkur heldur að við kæmum bara og tækjum virkilega þátt í henni. En auðvitað það ykkar að ákveða það. En ég ætla bara samt sem áður að segja að gangi ykkur bara vel. Takk. Bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson lokið máli sínu, orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar bara að koma inn og taka undir orð Hlyns. Ég sit ekki í bæjarráði og þar af leiðandi ég þessu óupplýstu. Þetta svolítið óþægilegt að vissu leyti þó svo ég sé í góðu sambandi við Gunnar sem situr í bæjarráði og þetta með gögnin, það sem ég held að kannski harðasta gagnrýnin hér í dag svo að við séum að fá gögn kortir í fund. Þetta ekkert hægt og það hlýtur að vera hægt að bæta þetta. Ræddum þetta í fyrra skilur, við erum að ræða þetta aftur núna, nú bara, þú veist, mælist ég til þess að þið setji ykkur sem meirihluta sem hafi ekkert staðið ykkur illa og unni vel með ykkur, allt í góðu lagi með það, en í guðanna bænum, þú veist, hlustið á það sem við erum að segja og komið með gögnin aðeins fyrir þannig að við höfum tíma til þess að fara yfir þessa hluti og koma hérna fram með gáfulega spurningar og eitthvað að viti. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar.
kannski varðandi þessi gögn að þá þetta tek ég bara undir með, sko, það er ekki það að meirihlutin hélt einhverju gögnum eftir og það er þau gögn sem voru að koma á síðustu stundu. Ég skal viðurkenna það að ég sendi ræðuna í dag af því að hún í rauninni, bara ég var ekki klárað fyrir í dag vegna þess að ég var bara eins og aðri bæjarfulltrúar að fá gögnin, það þurfti að gera leiðréttingar og ég vildi ekki senda það frá mig þegar ég verið komið með þetta allt saman 100% klárt, en ræðan sem slík var nú í rauninni bara, það var ekki neitt nema bara upptalning á þeim tölum sem að bæjarfulltrúar voru með þá í sama skjali og fengu á sama tíma og ég og aðri bæjarfulltrúar, við vorum öll að fá þetta á sama tíma. Þetta er eitthvað sem við þurfum bara að passa. Það voru þarna smá skekkja sem að þurfti að leiðrétta og við þó ákváðum það að keyra hana í gegn og leiðrétta, þannig að við værum með réttara skjal í dag, ekki bara leiðréttir í seinni umræðunni, þetta við gerum það núna, þannig að það voru allir bæjarfulltrúar sem voru að fá þetta skjal á sama tíma. Eins og var með greinargerðina, hún var bara send leið og hún var klár, þá fengu allir hann á sama tíma, þannig að það var engin meiri eða minni hluti sem var að njóta þess að fá hana fyrr. Og við þurfum bara kannski að passa upp á þetta næst. Það er nú þannig að það eru við erum kannski fámenn í þessu, þar að segja að ekki við, þetta starfsmenn okkar eru fámenn í þessu, þetta tekur mikið á síðustu metrunum þegar það þarf að gera breytingar og svo framvegis og það bara svona getur gerst, þannig að, og manni þykir það miður. En hins vegar er það bara þannig að þetta gerðist og það var allir bæjarfulltrúar á sama tíma að fá gögnin. Þannig að það var ekki eins og að við varum að fela eitt en eitt, einhver væri þannig að þetta væri meira minnluti, bara svo það sé að mann viti það. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu. Orðið er laust. Þessi fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs, þá er lagt hér til að vísa fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar 2020-2023 til frekari yfirferðar í bæjarráði og síðar umræðu í bæjarstjórn. Þeir sem geta samþykkt það, gefið merki. Það eru 6, þeir sem eru á móti, engin, og það eru 5 sem sitja hjá. Ég legg til að við tökum hérna 5 mínútna pásu og stöndum aðeins upp og gerum hlé á fundi.